Já, velkomin í Laugardalinn á þessu þriðjudagskvöldi. Kalt úti, aðeins hlýrreini og Fjölnir á móti Skautafélagi Reykjavíkur er að hefjast. Réttara sagt, Skautafélagi Reykjavíkur á móti Fjölni. SR eru víst að heimavelli. Ég heiti Jóhann Björgur Ragnarsson, með mér er engin annar en Kári Arnarsson. Við ætlum að vera með ykkur hérna í kvöld í þessum fjöruleik á milli liðana. Við erum að búast alveg leika, ekki? Já, það er bara ekkert annað í stöðunni. Er þetta ekki búið að vera svona frekar jafnt? Fjölnir er reyndar búin að sigra senstu 2 leiki. En ég bara er að vonast eftir jöfnum og skemmtilegum leik, sko. Hvað er að gerast alltaf? Emil er að mæta í glimmer jakka. Já, við þurfum að fá Emil. Þetta er statement jakki. Væga sagt. Er þetta að koma kamerunna niður á Emil? Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Þetta er rosalegt. Þið verður bara að mæta á leikinn. Við verðum bara að mæta á leikinn. Ég held við þurfum að fá að reyna að ná Emil í smá viðtal eftir kannski... Mögulega eftir fyrstu, mögulega eftir aðra, við þurfum að tala við hann eftir fyrstu. Við reynum að plata hann, við þurfum að sjá hann í jakka, þetta er rosalegt, hrósum honum fyrir það. Já, hann má alveg eiga, hann á hróskili. En þjálfararnir eru konur á bekkinn, fyrirliðarnir að tala við dómarana og liðin eru tilbúin. Það er Kolbrún Garðars og Alexandra Hafsteinsdóttir. Nú ert þú fyrirlið, Kári, hvað er dómarinn að segja við ykkur fyrir leik? Sko, segir yfirleitt bara, já þið þekkið þetta og bara í góðan leik. En það er svona stundum með að búið að vera hiti í leiknum áður eða eitthvað svona í gangi, þá kannski svona er núna nýrleikur en aldrei neitt merkilegt, sko. Það er yfirleitt hann Róbert Páls í Fjölni sem er alltaf eitthvað með eitthvað leiðilega spurningar til dómarana. Það er svoleiðis. Dregur þetta út. Þess vegna er þetta alltaf svona lengi að koma á þetta Fjölni. Og ég veit að Róbert Páls er að hlusta. Já, ég ætla að rétt að vona það. Sá miklu meistari. Já, veit það ekki. En öskurinn eru komin, heyriðist 1, 2, 3 Fjölnir öðrum meginn, 1, 2, 3 SR hinum meginn. Karitas í marki á Fjölni, Andrea í marki hjá SR. Er Karitas komin í þessa búðu núna? Ég held að það sé 3. eða 4. markmanni sem ég sé í sömum búðum. Já, þetta er bara í eigu félagsins. Þetta er partur af... Það er mikill, að gæði þessum búðum, ég get alveg sagt þér það. Já, margir markmenn fengið að njóta þess. Miklu vinnur Atli að vera fyrstur í þeim. Já. Það er nú ekki slæmi markmaður. Nei, alls ekki. En nú það. Saga Blöndal á móti Berglindi hérna í uppkastinu. Saga, Lexa, Gunnborg, Hilma, Berglind og er þetta Kolbrún að henni minn? Já. Já, síðan er það Eva með pökkinn núna og Marja með henni í vörðinni og Inga og Ragga fyrir SR. 4 stelpur uppaldnar í SA í byrjunna. Inga með hann, kemur hann með Gunnborgu. Flott sending. Allt er lagar, hendur hann djúpt. Heyrist hann Hákon Martin Magnússon vera að lesa upp línurnar Þetta er Helgi. Hákon er á klukkunni. Já, afsakið þetta en dálítið seint að vera að gera þetta núna. Ég heyri allir sjálfur mér hérna. En leikurinn er farin á stað. Eva með hann hérna. Setur hann dít út í, Hilma tekur við hann fyrir pressu. Setur hann bara upp með hérna. Ágætis pressa í S-ringum hérna til að byrja með. Já. En nú er Kolbrún komin í færi og með plás, Bríett fyrir plásuna. Ég held að ef S vill eiga góðan sess í dag, þú eru að loka á Kolbrúnu. Það er alveg klart mál. Þetta var nú bara ágætis færi. Já, þú veist. Hitti pökkningin og vel samt. Mér finnst eins og alltaf þegar Kolbrúnu pökkinn og gerist eitthvað svona. Já. Og oftar en ekki þarf Andrea... Góður leikmaður þar á ferð. Já. Oftar en ekki þarf Andrea að bjarga liðinu sínu. Pökkurinn er maður upp í bekkina hjá liðunum. Línur nr. 2 kom þar inn á. Pökkurinn í hotni SR þar sem Ylva vinnur hann. Hún skautar bara stað. Elín stoppar hana. Sofía kemur hann tilbaka. Það er skautið, fín sending hann inn við Finnur Flósrúnu. Marja. Saga sér við henni hana. Góð vörn. Keirir bara upp. Setur hann djúpt og beint í pressu. Þetta þekkjum við nú, þetta er gameplanið á Mílusi. Setur hann djúpt, fari í pressu. Já, sérstaklega svona í byrjun. Þú vilt ekki ná einhverjum svona mistökum. Það er einhver átök. Brynja stigur upp í, var ekki Sigrún hana? Og hún er Eva komið með hann. Saga pressa bara á hana. Fyrir aftan mark, nei, snýr. Sigrún upp á kantinum. Finnur ekki sendinguna og reynir að senda bara út. Kristína missir hann frá sér. Fjölnisturku komur hann djúpt hérna. Andrea fyrir út um markinu, stoppar hann. Setur hann bara niður í horni. Skynsamlegt. Saga á leiðinni upp. Hefði getað skauta bara sjálf, reynir sendinguna sem virkaði ekki alveg. Brynja kemur þessu út. Ragga fyrir pressuna.
Ragga varnarmaður í pressu hérna. Gaman að sjá að það eru konum við nafnið sitt á bakið. Já, Er þetta ekki fyrsti leikurinn sem það er? Sýnist að vera, Að nýju nöfnin komu. já, sýnist að vera, sko, franskur rennilás. Er það kannski eitthvað statement maður verður ekkert enná mikið Ég veit eitthvað að lengi, eða sko? bara hvort að það var ekki náðu þessu á. Að með semum. Þetta var bara eitthvað, kannski er þetta bara teipað á, ég veit það ekki. Kannski er þetta eitthvað svona tímabundið áður en að kannski verður þetta sauma á setna. Við vonum það allavega. Vonum þetta sé ekki statementum verður stutt. Kolbrún skýtur Friðrikar blokkar, vel blokkað. Já, SR þarf að byrja að blokka skot eins og þessi þegar Kolbrún er að skjóta. Hjálpa Andri aðeins. Kolbrún er bara búinn að skauta fram hjá 3 hérna. Já, þetta er bara venjuleg skipting. Tekur hringinn og enn og aftur Bara er er með komið pökkinn í slotti, skot. Andra grímur. Vel varið hana. Vel gert af Kolbrúnu. Heldur bara í pökkinn. samanlega. Þegar hún er komin á ferðina, það er fáist að taka hann í pökkinn. Það er bara svo leiðis. Hún En það er fínt, eins og Essi gerir þarna, haldinni brutaði. Hún má alveg skjóta það, Andri á það. Já, hún Það er alveg ágætis. tekur þessi skot alltaf. Sko. Já, það er ágætis gameplan. Henni líður örugglega bara vel með að vera að fá þessi skot. Það er fínt svona í byrjun leiks að fá þessi skot. Smá Já, uppbytun. já, ég held að. Þú ert náttúrulega markmaður, ég trúi þér. Þess að Fjölniskonur vinna það. Góð pressa þarna, Maríu. Bökkur í skópandi, Flóðsson á skoti. Bríett, kemur um Maríu. Það eru 40 mann sinni í stúkunni hjá okkur í kvöld. Ég var að klára talningu. Já, talningin er komin strax. Við kannski teljum áttu seinna eða leiknum, Já, sjá við hvort það erum- bætist í. Við viljum vita, þú veist, er fólk að mæta, er að túna inn núna og kannski kíkja, það væri náttúrulega alltaf. Ég veit líka að fólk hendi í chatið hjá okkur af hverju það er ekki í höllinni. Já. Ef að Róbert Páls er að hlusta á, ég vil fá hann í chatið, sko. Af hverju er hann ekki í stúkunni? Hann er örugglega með einhverja lélega afsökun. Það er alveg 100%. Ég heyrði eina lélega afsökun í gær Nú er Lexa komin. frá ónefndur aðila. Hann veit hver hann er. Já, ég veit hvað þú ert að tala um. Gunnborg, góð pressa Kemur hann hana djúpt. og Friðrika er komin í pressuna. Mariana með hann. Sagði Mariana. Já, er það ekki rétt hjá þér? Jú, meðal. Mariana, jú. Þú fannst ég bara að segja þetta eins og ég er með enskan hreim með Já, eitthvað. geta lögri. Mariana. Marianne. Segir hún, hrifsa pökkinn hann bara af Friðriku. Já, Kemur hann yfir, það er Mariana. og kantinn, nei, inn í miðu. Inni með ágætis hugsun hann. Þetta á ekki að fara í æsing. Það er Bríett snert hann. Nei, þetta er Brynja afsaki. Dagný, Og Ylvi. upp á Ylvu. Ylva kemur hann ekki út. Flott pressa hann. Kristín í baráttu. Nei. Ég held að ef SR vill eiga góðan sens í þessu leik þá þurfa þær að vera óhrættar við að halda í pökkinn. Eins og það er svona stundum þar sem þær eru, Það farið svona létt panik, sko. já, á svo skrýtnum stöðum. Stundum verður þær með hann bara í nútrálsónu og eiga bara að setja niður, gera það ekki. Sem stundum verður þær með hann í svæðinu og þá sæklar honum alltaf niður. Já, í staðan fyrir að halda bara í hann. Já, þegar þú mátt missa hann í rauninni í hotninu, skilur við, Já. með alla. Það er alveg rétt hjá þér. Þetta verður hins vegar æsing. Mílo sagði nei til vola, ég segi jú til vola. Já. Það er bara víst æsing. Og ef hann vill segja eitthvað við því, þá getur hann bara að drulla sér í viðtal. Það er bara Komum sér í viðtal sér. Það var eitthvað dregur ákomið viðtalina Já. til okkar. Ég, Við náum alltaf að plata hann. ég heldur það. Ég held það. Hann hefur séð hann á TikTok, hann hatar ekki aðtekli, sko. Nei, ég er undar. Það er sjálfsögur kemur hann innan til okkar eftir. Já. Myndi ekki lofa þið, en við reynum. Sér líka ef einhverju í stúkunni hlusta, við erum alveg til í að taka bara hvert sem er í viðtal. Ef Gína vil koma í Já, viðtal, Gína. ég vil tekið Gínu í viðtal. Hlynur, Leinum ákomi í viðtal. það eru daldi Fjölnisstúlkur að fá að labba bara inn í hæslót okkar í daldi svona hættulegt færi, sko. Gætu þurft að vera með sendirinn aðeins ofar, ég veit það ekki. Brynja, Gunnborg, Já, já. vel gert. Þetta Vel hefur gert flott. hjá Hilmi, flott vörð. Hilma og Berglind. Saga Ég setur loksins- strax pressu. Kolbrún mætt með henni. Saga sæklar hann bara niður. Og Kristína er fyrst þar. Hikar eitthvað aðeins. Þetta Flóðsson sem nærunum. Flóðsson nærunum á Sýnist henni. það. Reynir að koma djúpt. Inga gerir vel. Kemur þessu út. Elísa með bekkinn. Kristína baratunni. Þar sitt hann bara djúpt. Hvað fór fram og tilbaka þarna oftar en ég náði að koma setningunni úr. Ragga Munum á mér. að slökna á klukkunni. Eitthvað vesen þar. Við pælum ekki í því. Það er Hákon Elísa Marteinn Magnússon sem er að bera ábyrgð á því. Það vil ég senda honum skilabóð. sendi á honum direct message.
En nú er saga... Hákon.m23 á Instagram. Sendu honum pillu. Nú er saga komin á ferðina. Eins og Kolbrún, vilt ekki hafa hana á ferðinni eða orðt andstæðingurinn. Inga getur skotið. Blokkaði fyrir framan. Það fór í Kristínu eða Evu, sýnist Evu. Það fór í Evu. Þessi var á leiðinni framhjá. Nú kemur flautið. Og það er verið að skamma Hákon. Hákon fær pillu núna. Hann var alltaf órétt maðurinn. Þetta er ekki í lagi. Hákon reiði í gang. Sýnist Norðurál hafi verið að taka rafmagn öllu landinu. Ég fekk skilaboð hérna líka að klukkan er biluð í stríminu líka. Þetta er einhverjir teknir öðruleikar í bóksinu. Kennum Hákonu þetta. Þið er ekki að senda mig og velum þetta. Það er bara beint á Hákon. Þú maður að checka hérna í chatið. Checkum í chatið hvort sé komið eitthvað skemmtilegt. Ef þið hafið eitthvað að segja, endilega setja í chatið. Við erum með chatið opið. Nei, það er ekkert komið í chatið. Ekkert komið Er þetta að kommenta? Við getum þurft að opna fyrir það. Live chat. Það er live chat. Live chat 26 í live chatinu. 26 ára. Þá verðum við að fá 1-2 message allavega. Með hverjum haldið? Er ekki allir með hljóðið á að hlusta líka? Herru, 1-0 fyrir Íslandi líka. Geggjað. 1-0 fyrir Íslandi. Andri Guð Jónsson að sjálfsögðu, 8. mínútu. Létt. Við komum upp til þig úr landsleiknum líka. Þannig þurfum ekki að vera að hlusta á hann eða horfa. Slökkva á landsleiknum, þetta er náttúrulega bara gefins. Það er miklu skemmtilega að horfa og hlusta á okkur heldur en Gumma Ben, sko. Já. Mér sýnist eitthvað að vera þjættast í stúkunni, ættu að taka annað count núna? Taka countið? Já. Það er ekki svo um eitthvað annað að gera. Nei. Mér sýnist fólki í bóksinu, ef það væri hægt að zooma inn á það, ég veit það ekki. Þau eru eitthvað að reyna að laga þetta. Já, þið sjáu það. Fjölnir stúlkur bara... Ég taldi 41, hvað taldið þú á hann? Ég taldi 40. Þetta er bætingar. Það er bæting. En kannski fór einhver niður að... Það fór einhver að pissa, það er einhver í shoppinni maður, það er allt eitthvað. Það er alltaf að gerast hérna. Ef þið eru heima okkur og þið eru svöng, kíkið hérna niður í höll og fá okkur samlokur shoppinni. Já, mælum með. Vöfflur líka. Það eru vöfflur. Úff, með rjóma. Þið finnið mig, ef þið hafið eitthvað að segja við mig, þá finnið þið mig í shoppun eftir. Hvort það er gott eða slæmt. Já. Ef að dómari segir þetta geti tekið langa tíma. Já, tekur þetta einhvern tíma. Mér sýnist Haukur líka verið komin í málið, það búið ekki gott. Nei. Já, jú, er hann í rafvirki. Þeir eru 35 komnir. Við erum ánægðir með að Haukur sé... 35 komnir í chati, það eru 10 fleiri heldur að. Hver eru komnir? Sendið okkur skilaboð. Hvernig væri núna, það er smá pása, að liðið myndi bara taka eitt löguléttan leik af 10 packs. Já, bara hæfa sig aðeins. Henda 10 pakkjum á sikur á blálínun og svo bara 10 packs. Ég sé ekki okkur að þetta. Ég meina, halda öllum heitum og kveikir aðeins í þessu, kemur smá hitti. Já. Þetta er eitthvað besta hugmynd sem ég átt. Takk um hvíti. Hlaupa niður og láta mín að sýta þessu. Nei. Ég held að hún myndi finnast þetta lélegasta hugmynd. Það vildur ekki að segja, Jóhann, come on. Láta það aðeins skauta, taka bara eitt súsætt. Já, taka eitt súsætt. Taka eitt miracle á næst hérna. Já, on the line. Mílóð standandi. Herru, nú er að bætast í stúkuna. Heyrðu. Vá, þetta er... Það er að bætast í streymi, það er að bætast í stúkuna, það er að bætast á öllum stöðum hérna. Þetta eru 10 manns, sýnst mér. 8 manns, 9. Þá eru konur upp í 50. Ég taldi reyndar ekki strákar sem eru að vinna í... Nei, þeir teljast ekkert með. En þeir eru samt tækla sig í stúkunni. Já, en þeir eru að vinna. Já, reyndar. Herru, Hákon er múin að laga þetta. En hún er komin í nullið. Já, byrjum bara nýtt. Hvernig er þetta í streyminu? Er þetta komið aftur upp? Nei, þetta er ekki komið í streymið þá. Ef klukkan er komin aftur upp í streyminu, þá kann endilega senda okkur línu. Já. Ingo, þú ert minn maður í þessu, sendu mér. Ingo, segðu mér í chatinu, af hverju ert ekki að dæma þennan leik? Þú er svo fínn dómari. Ingo segir nei. Þetta kemur allt með kalda vatninu. Jó. Það er búið að flauta það. Já, það eru þau bara að byrja på nýtt í þessum leik. Hákon Marteinn Magnússon er búinn að rífa sig á bólinn. Það var alltaf í ógeðslega heitt að þinn í fólksi eftir þetta fór allt. Sjóðandi heitt. Hann var í Föðurlandi og Úlpu sko. Hitinn er á honum sko. Hann er komin í tengdaf núna sko. Hann veit að við erum að dissa hann í streyminu sko. Hann er með eitt í eyrunum hann. Já. Þetta er ekki gott, við erum að missa fólk úr streyminu. Herru, þetta er komið í lag. Klukkan er
Heyrðu, ég sé það inn í streyminu, það er eitthvað aðeins. Já, það er 0-0-0-0 alltaf. Já, en það er allavega 12 mínútur eftir að þessum fyrsta leikluta. Staðan er ennþá 0-0 hjá okkur, ég veit ekki hvort það myndi breytast líka en. Við finnum út úr þessu, ekki að ágjöra því. Við tökum, segjum bara svona. Leikurinn er komið aftur í gang. Já, hann er alltaf ekki frosinn. Alexandra. Missir hann það frá sér. Ætlaði að finna Gunnborgu. Bríett. Hendur hann bara með rammanum. Gunnborg á móti Elínu. Pottis út, vel gert. Flott. Það var mjög gert út, Bríett sækir hann. Nú var hann bara að slaka á nóg tími. Bara að skauta sjálf. Skautaði bara. Hann var sagað á kantinum. Það er þetta ekki æsing. Safna hraða. Jú. Það eru svo dómararnir séu tengtir inn í streymi líka, þeir heyra alltaf í mér. Já. Ég held að þeir sé að hlusta sko. Ég held það líka. Þeir eru alltaf með eitthvað í eyrunum. Já. Heldur að þau séu að tala saman í þessu talstöðu, heldur að þau séu bara með podcast og... Ég veit ekki hvað þetta var að tala sko. Þetta er bara miklu frekar að hlusta á okkur. Ég held það líka. Líka sko, ég hef dæmt nú einn leik, ég er 16. Já. Ég væri frekar til í að dæma hann hérna. Maður sér allt miklu betur hérna. Ég fatt ekki af hverju þeir eru inn á að þvælast fyrir. Þú erum með báða ránstöðunar, sér æsing, sér öll brot. Svo flautar það bara. En hver á að droppa bekknum? Hafa bara einn á bekknum sem hoppar inn og... Nei, bara hafa einn aðaldómara og síðan ertu bara með... Með línudómara hérna. Já. Þetta lítur að rákst það. Óli heyrði í okkur. Við vorum á undan Óla. Svona er þetta bara. Svona er þetta. Það er eitthvað aðeins að þetta stúkunni, ég held að það sé komin 50 manns. Allavega það. En þá ekki komin eitt í chati, 38 manns að horfa á leikinn. Ef að Nill er í chatinu að horfa á sýstu sína, sendi eitthvað falleg. Já. Sendi fallega kveðir. Við förum líka og við lesum fyrir þjálfarana öll kommentir sem kom í streymi og þeir miðlaði inn í klefa. Þannig að þeir eru með einhver skilabúti leikmanna. Endilega hendi þeim í chati. Mílo sagði hann finnst mjög gott að fá svona frá óháðum aðila, skilur við. Með einhver kommenti, gott skot, vel varið. Þær vita að Andri er að fara að taka sér skot og Berglind var bara alveg þarna fyrir framann. Ef að skotið hefði... Ef hún hefði nátt í flæktunum það er hættulegt skot. Eða bara ef skotið hefði verið ofar þá hefði þetta verið erfiðara, hún fekk hann bara í sig. Það verður bara blokkaskot. Já. Og hreinsa frá markinu. Já. Taka Kilfur. Koma sér djóð, Dagný fyrst í bökkinn. Hilma fyrir beint í pressu. Hún er fyrst. Kolbrún. Skauta bara sjálf. Kolbrún er bara með eitt plan. Hún vill vera þarna sem þriðji. Kristína blokkar þetta. Á Berglind. Hvað gerir Berglind? Mæra truflar hann aðeins þarna. Þarna þurfti Brynja að koma strax. Allt í lagi, við erum í bekkinn. Friðrika að leggja af stað. Nei, ekki alveg strax. Hún leifir liðsfélögum sínum að skipta upp á Maríu Sól sem nær honum út. Jú, kemur honum út. Kristína er komin í pressuna. Sendingin á Elínu ekki nóg góð þannig að pökkunum finnur í hotn. Þá fer fortsekkið í gang. Saga í pressunni á móti, hver var þetta? Já, Sofía. Það er klessað saman hann að... Já, Elísa og Sofía sýnst mér. Inga. Þarna vantaði, þú veist, eins og við varum að tala um, þarna var enginn á markinu og Inga þurfti bara að reyna að setja hann aftur niður. Já, og hún getur skotið, sko. Já. Það er delli að hún fær pökkinn upp á blá og er eitthvað að skrína, sko. Já, það eru svo langt bíl á milli þeirra. Það er heldur lágur stöðull á því að það væri mark, sko. Já, það er einir í hotninu og einir í hinnu. Inga með hann. Áttist maður. Stressar hann upp á Lexu, hún speklar hann út, Sigrún nær honum að henni. Ragga truflar hann aðeins og Gunnborg nær pekkinum. Þetta var vel gert, góð verð þarna. En Sigrún sterk nær honum aftur. Skauta bara sjálf. Með mikið pláss, þær eru að leyfa nóg mikið. Þær eru svolítið að, ég held að það hafi lagt upp úr í að spila svolítið þetta box. Já, maður sé það. Leyfa hann bara að vera þarna fyrir utan. Lexa, skauta bara sjálf. Það eru að ráðast aðeins betur á marki, finnst mér. Já. Þetta endaði aldrei mikið bara svona í hotninu. Reyna að finna sendingunni yfir eða bara skauta inn á mark og skjóta. Já, bara vera aðeins grimminn á mark og láta þær aðeins finna fyrir. Arna, kemur hann við, Bríett. Sýstu sína. Hendur hann vatni niður. Það eru sýstu, það gleymir stundum. Já, ég gleymi reyndar ekkert. Nei, ég er maður sem gleymir svona hlutum. Þetta er æsing, það lítur að vera. Bríða geta náðu þessu. Nei. Leikmaður 5 fór út af í skiptingu, 18. Sjáum hvort að Gulla sjá þetta. Já, hún heyrði í mér. Já.
Sýnst hún vera að segja takk Jóhann, ég heyri það náttúrulega ekki hérna en ég að lesa bara munninn hennar. Já, og sagði takk Jóhann fyrir þessa góða ábendingu. Það alltaf verið að bætast í stúkuna hjá okkur. Heiða Jenny áfram 25. Takk fyrir þetta flota komment. Þetta Ég veit ekki alveg hvað 25 þýðir. 25, Elín Darko. Áfram Elín Darko. Er það ekki? Heiða Jenny, mér sýnst hún vera að segja það. Það alltaf engin 25 í SR. Nei. Við skilum því, látum Emil vita. Það alltaf 1-0 í stuðningi í chatinu fyrir Fjölni. Já, come on. Kom á Nilli. Nilli, hvað ertu? Friðrika Þetta hlýtur að vera tripping. Já. Nei, jú, séu. Hendi var ekki komin upp, ég sagði þetta hlýtur að vera Ég tripping. sá það. Já, kom hendin. Ha. Hver er þetta? Er þetta Kolbrún að fara í Þetta bóksið? er Kolbrún. Maður sé svo illa stundum. Nú þurfum við að sjá powerplay. Fyrsta powerplay. Það er Gunnborg, Saga, Inga, Ragga og Marja. Sjáum hvort liðina velja hérna í uppkastinu og hvernig það ætla að stilla sig upp. Ég myndi að halda að Inga ætti að vera Inga og Saga að skjóta og reyna bara að búa til. Já, kannski Marja í bumputnu, Gunnborg á markinu, Ragga uppi. Já. Það er sem er svona líklegast með hvernig það stilla upp í face-offi. Já, og mér finnst það ætti bara að reyna að ná skotunum í gegn, sko. Já. Face-offi er unnið. Ragga rólega hérna, vel gert. Kemur hann á sögu. Yfir á Ingu. Það er skot. Eitt skot. Æj. Sér, þetta er það sem ég vil tala um. Mér finnst þetta bara flott, það þarf ekki að flækja þetta. 2-3 sendingar og skot. Það er ekki að vera flókið. Svo erum við yfir tölu á markinu. Já, vel gert hjá Gunnborg þannig að hún var ákveðin í hennar pökk. Ragga rólega bekkinu bara flott. Inga skýtur bara. Já, þessi er inni! Hvað sögðu þið? Þessi er inni! Hæ? Inga með skotið, Gunnborg var fyrir framann. Var þetta beint mark fyrir Ingu eða kom tippið? Fáum að sjá það núna, replayið. Fáum að sjá replayið. Kom eitthvað touch á hann, eða var þetta bara Inga? Þetta er Ragga setur hann hérna yfir á Ingu og hún setur hann. Mér sýnist Inga hafa... Mér sýnist það að vera bara mark. Bara beint skot. Gunnborg truflaði þetta klárlega, hún var að skrýna hana. Hún reyndi að hitta hann en... Sjá hvað dómarinn segir. Já. Mér sýndist Inga skauta fremst í rauðinni. En séu, þetta er það sem við erum að tala um þetta, það er ekki að vera flókið. 1-2 sendingar, skot. Mér finnst það mjög flott. Frábært. Við viljum meira þessu. Og þetta var augljóslega sett upp play á þetta, það gerir þetta tvisvar í rauðu. Bara sendingu upp, yfir á Ingu, skot. Núna... Já, staðfest, Inga Ragga þetta mark, frábært, vel gert. Og hvernig, spenntur að sjá hvernig Fjölnisstúlkur svara. Já, og SR-stelpur líka, sko. Það er alltaf gott að ná að nýta powerplay snemma í leiknum. Já, en nú þarf að halda, sko. Apríl, skot. Varið. Fíla hvernig SR-stúlkur eru að koma úr. Þetta er ekki neitt. Nei, mér sýnst það bara þetta. Þetta hlýtur hins vegar ræðsing. Nei, Óli segir spila. Hann er eitthvað ósammála okkur hana. Ég er ekki með talstöðun í hann, sko. Nei. Það er eitthvað slæmt samband hérna. Heldur að fólki í shoppinu sé að hlusta á okkur? Heldur við getum pantað eina núna samlega? Það var ekki, sko. Vá. Senda hana bara með volt. Úff. Nei, enga fríar auðlýsingar hérna. Fyrsta ásökunar á þessu. Berglind. En ef þið vilja auðlýsa, heyrið mér. Og auðrið bara inn á mig. Bríð, þetta sér ekki böngin að það, Kolbrún. Sko, nú veit ég að, sko, Berglind, nú veitum við að Kolbrún, sko, hún fekk hennar dóm, SR skoru, hún ætlar að bæta upp fyrir það. Sjá þetta slappskot, já, beint í belginn. Beint í belginn. Er þetta þægileg skot sem markmaður, sjá hann allan tíman og bara grípur hann svona. Já, bara þægilegt. Bara þægilegt. Já, Kolbrún, hún er allavega mætt til að spila, sko. Já, hún er það alltaf, sko. Hún er með svona 3-4 skot, þar sem hún bara vinnur pökkinn, fer í skotstöðu og bara klára dæmið. Svo er sko að vinna þetta face-off ef að hittir ekki. 25 næri ekki alveg pekkinum að það. Elín, kemur hann yfir á Kolbrúnu, Kolbrún með plás. Sendur hann yfir. Góð sending. Berglind, Andra vel á verði. Þetta var vel gert hjá Kolbrúnu að sjá þessa sendingu hann yfir. Hún var bara aðeins svo, hvort hann var aðeins svo föst að skoppaði killuna hana. Berglind, Dagný truflar hana. Góð vörn hana. Hvað er pökkurinn? Hann er einhvers þar í löpunum á Elinu. Og Saga kemst á milli. Hún getur skautað. Það eru 2 á 3. Saga fer bara utan á. Já, flott. Það þarf að koma hann minna á Gunnborgu. Það er ekki sendingun hana. Ef þú ert SR stuðnings maður, þá viltu sjá þetta. Saga nota hraðan hennar snemma í leiknum.
Mér finnst þetta var vel gert þarna, mér finnst stundum vanta í aðeinsynningurum að það er að vinna pökkinn í vartasvæðinu, en svo eins og þú sagðir að hann fer eitthvað panik og losa pökkinn bara eitthvað. Þarna bara held að það er kúlunu, keyra á þetta. Bara nýta hraðan og þú sér hvernig Sigrún og Kolbrún alltaf mest ábyrjandi svona í fjölni. Vel gert, kemur yfir. Það koma pækjum inn sko. Flott tilraun hana, vel hugsa. Það var Karen, Ylva truflar hana. Ylva fyrir pressuna, nær honum ekki. Góð pressa hana á Friðriku. Hálskið á setinu. Inga keyrir bara á þetta, flott. Þetta lítur á tækling. Nei, spila. Og æsing í þokkabót. Þetta var nú ekki neitt. Nei, það má alveg aðeins nuttast maður. Það er eitthvað gaman í þessu líka. Sammála. Önnur lína. SR inn á hérna. Á móti annar línu hjá Fjölni. Jæja, Friðrika í uppkastinu á móti, heyrðu ég bara sé það ekki. Ragga skauta bara með hann, þetta er þessi fíla. Að vera ekki að senda sendingar þegar þú ert í betri stöðu. Ja. Flott þarna bara, keyrir bara á þetta, vel gert. Inga, vel gert þarna. Vel gert að leysa úr Vel gert þarna, glæsilegt. Já, og aftur. Já, og einu sinni. Hún átt að brata leið. Hún er með 1 mark, maður sér það, það gerði eitthvað mikið fyrir konfidensi. Fyrir sjálfstrausti, ásakið. Já, við talum íslensku hér. Já. Það er svolítið erfitt, finnst þér ekki, að tala fullkomna íslensku þegar það ert að tala hókn? Jú, ég er sammála því. Ég get ekki sagt þér íslensku orðið tripping, skiljum. Það stendur hérna bara beint fyrir fram að þig? Nei, það stendur á ensku fyrir það. Já, nákvæmlega. Við erum með blað hérna og það er á ensku, þú veist. En núna er Berglind með hann, setur hann yfir á... Karen, skot, Andræver. Sýndist Kolbrún á kilvi í hann hana. Kolbrún kemur hann djúpt, Hilma sækir hann. Kemur hann upp áttu, Marja er inn að trufla. Karen gerir vel, bara lokar á hana. Sýnir bara styrk hérna á pækjunum. Vel gert. Apríl er að poti hann, endar á Hilmu. Marjana, brennir skotið hana, áttlaust en drífur þó. Svo hérna hefði Dagný geta allavega að setja hann aðeins fastar út og leyst smá pressu en... Dagný truflar og Marja. Fjölnir koma úr skiptingu. Fjölnir Kristínu, það eru komin út djúpt bara, það eru allar að skipta. Nær því ekki, Flósrún. Skýtur, vel blokkað Apríl og svo í battan. Hanna. Vel gert hjá Eilinu að ná kilvun í þetta því að annars hefði Alexandra verið að fara í 1-1. Þetta var góð hugsun á Apríl líka. En hún náður hann alltaf út, það er aðalatriðið. Lexa fín sending hann inn í minni. Gunnborg, snýr, flott sending. Lexa og Gunnborg eru bara hérna eins og Sedínbræðinir í gamla Við sögum þetta á saman tíma. Já, við hugsum einskar ég og þú. Þessum eru bestir í þessu. Brynja, finnur Friðriku, Gunnborg, aftur á Friðriku. Það eru 2-2, Friðrika skýtur bara. Flott skot, hann bara, hann hafði ekki hraðan á varnamanninn, hann reynir bara að skoti í gegnum lappirnar. Já, það er mikla líkur að koma eitthvað rebound eða eitthvað gerist, sko. Búa til eitthvað KO, sko, eða chaotic, Ragga, gott skot. Mér sýndist Friðrik að ná, hann fór allavega við eitthvað núna. Vel skoti. Og þá, Ragga gerir vel þarna. Maður sér það alveg á Rögga, hann líður miklu betur í vörn heldur en leiði sókn en það fyrstu leikina. Já, ég bara... Þetta er ekki sammálaðið? Sammála, mjög sammála. Hún er svona hreitt varnarmaður, sko. Mér finnst það bara öllum líða aðeins betur núna einhvern veginn í dag. Gott svo kemur nýr leikmaður, kannarleis SR á morgun frá Ítalíu. Ég er ekki alveg nafnið á hreinu en hefði alveg mátt koma fyrir og taka þennan leik með þeim. En hún kemur á morgun, það er spennandi að sjá. Það er alltaf spennandi að fá nýja leikmenn. Klárlega. Inga kemur sér djúpt, Eva, Arna kemur sér fyrir, Karitas truflar, vel gert. Dagný stígur inn í þetta, skot. Új, þetta var hættulegt. Já. Það var miklu hættulega en það leit út fyrir þau. Já, hún var eitthvað í erfiðleikum með að grípa hennan. Og Ylva. Tínur hann vilja búin að segja saga, hann skoppandi pökkur. Þessi getur bara verið að setja pressu á Fjölnir. Já, þetta er mjög svona kaflaskipt.
Kolbrún var áðan bara með pökkinn að setja pressu í alveg 1,5 mínútu og síðan bara leið og S-in á hann út þá Þetta er breyttist svona, í byrjun, svona örugglega jafnasti leikur sem við séum á milli þess að leiða á þessu tímabili, sko. staðan er þá bara 1-0 en Einmíðan eftir að fyrsta leikluta. eitt powerplay hjá SR sem að gerir munin í það. Við veitum ekki ennþá hvort að klukkan sé komin í lag í streyminu en það er allavega 45 sekúndur eftir að periodinni. Hilma, skýtur bara, beint í maðan Andri, auðvelt skoðað. Já, hún skaut samt alveg mjög nálægt varnarvarninum. Þetta var rétt fram með legghljónum, ég veit ekki. Hún sá heldur samt skotið allan tíman. Það er samt, þó að hún myndi ekki sjá skotið, að hún sér ekki skotið en heyri, það fer bara niður beint, þannig þótt að fara í maðan og það er samt alltaf auðvelt skot. Hún þurfti ekki að teygja sig. Gott að fá svona... Það er ekkert reaction hana, ef þú ert bara rétt staðsett og færi það bara í maðan. Það er alltaf best. Það er Friðrika. Og Lexa, Kolbrún truflar hana. Lexa og Hilma í baráttu hana. Rángstaða. Það er líklegast rétt. Nei, rosamlega. Ég sá það ekki. Jú, erum við ekki bara þar að dómarinn hefur rétt fyrir sér og... Nei, það gera allir mistök. Nei, ég sé svona. Ég sá samt ekki nánstöðu en ég sá það ekki heldur. Við erum ekki í bestu sætunum hérna fyrir, við þurfum alveg að teygja okkur niður á svölunum hérna. Við treystum dómarunum. Friðrika og Flóðsson spenntar hann í uppkastinu. Svindluðu báðar. Elín og Elísu. Elísa lendir í smá brasi, kemur honum ekki út. Apríl heldur honum inni. Vel gert í Apríl, bara að loka þarna. Ára Sofía. Sofía keyrir bara með Flóðssonu með sér. Fer bara sjálf. Bökkurinn endur á horninu. Fyrir markið. Ó, hættulegt. Það var Lexa. Er hann að fara? Nei. 4 sekundur. Elísa skýtur. Og Apríl hreinsar Sofíu frá markinu. Vel gert. 1,1 eftir. Það að tjekka. Þetta er það sem varnarmenn er að gera. Leðu skoti kemur, taka kilvi, finna kilvi. Taka manninn í burtu. Já, fyrir fólki í streyminu þá er klukkan, það er 1,1 sekund eftir. Þannig að það er bara fljótt skot úr þessu uppkasti. Já, skjóta bara beint úr því. Það var skemmtilegt. Og hún reyndi. En flott hjá Friðriku, loka bráða. Fjöru fyrsti leikluti. Skemmtilegur. Já, Gaman að þessu. 1-0 fyrir SR. Það er 0 Powerplay mark frá Ingu Rakel. Já, að koma á hvað, 10. Það er eitthvað svoleiðis. Rétt eftir 10. myndu. Nei, koma aðeins setna sko. Það? Já. En Já, bara bæði liður að spila og... frábærlega sko. Og bæði liður að komast aðeins inn í sónu, að halda pekkinu, eiga nokkuð skot. Bara mjög jafn leikur að þetta komið núna. Bara báða bara mjög flott og við búist bara meiri spennu í næstu tveim. Svo ætlum við að fá okkur kaffi og sálangu núna. Við ætlum að reyna að fá hann Emil Alengard í viðtalina við okkur. Það er að sýna ykkur hennar jakka, þetta er rosalega. Það er rosalega ekki. Sjáumst þetta smá.
Já, við erum mættir aftur. Kári er á leiðinni. Við skrippum í Hockeyfálkan, sjoppuna og fengum okkur pulsu. En, það þarf að skipta pökk hana. Já, 1-0 fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Leikurinn er að fara í gang. Annar leikluti, við búumst við bara betri leikluta en fyrsta. Kári er komin upp hann á leiðinni. Klukkan ætti að vera komin í lag í streyminu. Mér sýnist það allt upp á 100 hérna. Strax flaut. Klukkan fór ekki í gang. Klukkan er víst ekki komin í lag. Hákonum með allt lóðrétt maður. Það ert ekki að grínast. Ekki hafa ágjörð af því, ég læt hann heyra það. Ég er með góðar og slæmar fréttir. Emil Alingard vill ekki koma í viðtal. Óf, hvað er það góður En Helgi Bjarnason ætlar að kíkja í viðtal við okkur. Hann ætlar að útskýra fyrir okkur hvað er að gerast með klukkuna. Já, hvað? Og við þurfum aðeins bara sínst oft að vera Núna lóðrétt þarna. klukkan loksins komin í lag í streyminu. Já, Þá gleymir Hákon að setja hann í gang. Þetta er náttúrulega fyrir að neðan allar hellur. við þurfum aðeins að fá bara skýrslu frá hann Helga Bjarnasinni sem að er DJ og kynnir á þessum leik. Já, hann situr þarna við hliðina á Hákoni, ég sé það. Hann er með gott sæti. Við erum að komast að því hvort þetta sé actually Hákon að kenna eða klukkunni. Já. Mig grunar Hákon, en það kemur í ljós. En nógu það. Vel gert hjá Röggu, sér bara reynst. Þarna líður henni vel. Já. En það var að Berglind. Með Kolbrún og Hilmi með sér. Saga triplanana. Mjög góður. Ég var að setja út í kosmosið að ég held að Inga skori annað mark í dag. Ég finn lykt á þrennu, sko. Það er eitthvað í loftinu hérna í löðunum. Það er svoleiðis. Það er eitthvað hérna í loftinu í löðunum. Þetta er bara æsing. Ójó. Þarna fyrst í þennan pökk, það er engin vafi um það. Já, við töluðum við Emil, við töluðum við Mílos. Það er koruð til í viðtal. Ég talaði fyrir sig Gínu í stúkunni, sko, hún vildi ekki koma í viðtal. Þetta var til skammar. Hattu vildi ekki koma í viðtal. Ég hugsaði, hvað finnst þér, hvað með fólkið heima? Ágæðlega. Hvað með the fans? Já, fólk er að tjúna hérna inn á þriðjudagskvöldi og horfa á leikinn, hlusta. Það er að vera einhver skemmtun í þessu á milli leikluta. Sammála. Þannig að fara ekki allir bara TikTok og skróla og svo missa þeirra fyrstu mínútuna þegar þeir voru að skróla á leiki. Heyri, ég var að fá ábendingu hérna. Skítur. Kolbrún. Ég býð með þetta. Já, Kolbrún komin á stað. April eru eldana. Kolbrún. Andrea vel varið þarna. Ég held að hún ætlaði að draga hann yfir á bakhönd. Og hún gerði það, sko. Nei, hún tók hún ekki bara skoti. Kannski fá þessu endursýningu að þessu. Nei, það er ekki hægt. En April hérna gerir vel hérna. Hún er henni fórsar Kolbrúnu og hún getur bara gert eitt hlut, sko. Það er auðvitað fyrir Andrea að lesa það, sko. Já. Þannig það er eiga þetta saman. Ég fekk smá ábendingu frá honum Ara, okkar manni. Hann sagði, ég er búinn að óska Emil til hamingju með daginn. Og Emil ammali. Ég ætlaði nú bara að gera það í viðtalinu sem hann hafnaði, þannig að ég held ég sleppi það óskunum til hamingju með Þessum daginn. er hann í þessum jakka því hann á ammali. Já, ég senda að sé hann í þessum jakka öðru. Við óskum honum til hamingju með daginn. Ég vildi óska þess að áhörundinu heima getur fengið að sjá jakkan sem Emil er í. Getur þurft bara að mæta á næsta leik, en Þurfum eiginlega bara þá höfum við enga vinni. Hvað er við að gera? Að mæta bara allir á leikin. fara inn á Instagram með Kári Arnar. Hann tekur mynd og setur í story. Þannig að hálft ár sín í hættu á Instagram, þannig að það er ekki hægt. Herri, 2-1. Saga. 3. Hún var bara að taka skotið. Skítur. Klop, rýma. Nei. Vel varið á Karitas hann að. Lasegu. Það var flott. Þannig að hann náði að lyfta honum aðeins. Þetta var hættulegt færi. Sammála því. Saga gerir henni rétt hann og tekur bara skoti. Ég held að það áttu að vera svona rebound skot. Sammála. Sýnist þú vera að nota hraða sinn meira sem er alltaf mjög jákvæmt. Það er gott. Þú vilt hafa fólkið sem getur skautað skautandi. Nákvæmlega. Friðrika vinnur fyrst við. Lexa skauti strax. Ég svo hennan inni. Já, ég sé þetta gerast áður. Það reyndir að meistarlóki kalla. Saga gerir vel hana, Friðrika. Friðrika bara að leggja af stað, sé hana. Hanna, skauta bara. Missir hann hann aðeins frá sér. Það kemur að fara hann að koma honum inn á Gunnborgu. Dómur. Hæstig. Ég sá þetta ekki alveg. Er þetta að fá endursýningu á þessu? Hvern? Engin endursýning taka hann í bilaður. Skulum bara sæta okkur það. Það veit mér þess að enginn... Hann kemur inn í þriðjabyrjóti. Þetta er ekki brot. Það er bara dæma hæsti. Er hún rétt upp hendin? Já, Ég fekk smá í maður hann. Hún gerði alveg rétt, sko. Já, vanlega að gera þú veist, hæstig
sænið, skilur og svo flautaði. Það hann rétt hendina sem þetta verið dómur. En það er búið. Engin dómur, 5 á 5. Hvernig væri við myndum fá bara eitthvað dómara í viðtal? Hvernig væri það? Enga. Ég er að segja, ég finn lyktina. Það er þrennulykt í loftinu í Ég held að lögðan. verði marki í lotu. Ég held það. Þannig að ef að þetta fer í frálengingu þá er það 4. Vító 5. Nei, það með ykkur. Skori í frálengingu og vító. Ekki nefnum að skori 2 í vító. Og getur ekki skorað í framlengingu, skorað þú? Nei, ég sagði kannski skora hann 2 í vító og Kjáni. Friðrik uppkastinu. Hún reyna að vinna ásettur. Hilma fyrst í hann hana. Friðrik búinn að vera að taka góð. Apri heldur sér Nikumborg. Og hún er lögast að, en Bríett er á undan í hennar bak. Kemur hann út. Apri botar hann lengra, Kolbrún. Lögast að. Það fara bara 5 á hann. Já, vel gert bara. Þú hokkaði þessu. Apri gerir vel. Það er ekki leikmaður sem við, það lappið bara einn. Og Friðrika. Já, næður hún. Þetta lítur að vera eitthvað, nei. Sölvi vildi holding og hooking. Dómarinn sagði bara nei. Þarna smá. Freyr kemur þessu út. Hökkurinn var komin inn í svæðið. Það eru að bíða eftir að komast inn í svæðið en Hilma var ennþá í skiptingu þannig að náði ekki að... Kolbrún heldur hann bara djóð fyrir skiptingu. Skilsalett. April. Nei, herru, Saga er komin úr skiptingu. Nær pakkinu, nær skoti. Það er inni. Skýtur. Það er inni! Það er inni! Þetta virkaði þetta sinn. Hún reyndi þetta nákvæmlega sama á hann og 2-0 fyrir Æsingum. Ég sagði það. Saga var eitthvað... Hún var að sækja mjög vel. Virkilega vel gert. Fáum að sjá þetta aftur. April setur hann upp kantinn og bara beint á spaðan á Sögu og bara klárar Límar hann hann að 5-hól. Kloppi. Ser Caritas. Við elskum 5-hólur. Við elskum 5-hólur. Það er langt best að skora það. Ég er þetta að fatta þau. Já, náttúrulega. Það er svona mest niðurlægend að fá að sjá 5-hólur. Og erum við að sjá markmannskipti? Við erum að sjá markmannskipti. Caritas er að fara út. Caritas er að fara út. Telma er komið inn. Ég þori ekki að lofa henni ég held í fyrstu sinna þessu tímabili. Já, ég er ekki núna. Ég er að kveikja á leikjunum fyrir norðan. Ég held að þetta sé fyrstu sinn. Það er spennandi. 2-0 fyrir Æsingum henni í Laugardalnum. 4 mínútur liðnar af annarri byrjatu. Tæpar. Saga gerir þetta bara mjög vel hana. Á hún þetta mark ekki svolítið bara? Hvað segirðu? Á Saga þetta mark ekki svolítið bara einn? Jú, þetta var náttúrulega April að setja upp kantinn. Það var mennilega sendingu og kanturinn náði honum ekki og þá endan hann að hún bara var að koma úr skiptingu þannig að... Þá bara hann að sterka pekkinum og laumannum 5-hól. Já, hún hefur verið að horfa á... Það þarf að reyna að gefa þér kredit til. Það hefur verið að fylgjast með mér aðeins, sko. Ég hef yfirleitt að skora mikið hann á Jóhann. Þá það mér aldrei viðurkenna. Hann verður alltaf að ljúga. Sér Saga, sjá það, hún er á sprettinu. Hún er grimm í pakkinn. Þetta er það sem við viljum sjá. Það gefur hann upp á sig og nær ekki. Gefur hann djóft. Skautaði. Mæra setur bara strax press og Eva snýr vel, gerir þetta flott hann að... Það er erfið sending að reyna að finna. Já. Og Kristína er ofinn. Og Friðrika er með henni. Bara sleppa. Og Lexa kemur þar eftir. Ekki dæsing. Friðrika er náð þessum, það hefur verið gott. En nú er hægt að hinn með henn. Þessi lítur á Æsing. Þetta er galopið núna maður, það er bara... Jájá, Æsing. Ég er reyndar ósamlega þessu. Það er Ragga fyrst í hann. Já, en það er svona nálega fyrir öðru, bara að láta það spila það. Það er 50-50 bökkur alltaf Æsing. Það var 50-50 bökkur hérna með henn líka. Það var ekkert enda Æsing. Ok, bro. Cool. Nett sagði það. Já, byrja þessi maður. Aldrei fíla mig, já. Það er face og Friðrika með hann. Vinnur á Lexu, skot. Bendir að glöðna. Þriðja face við röð sem að Friðrika er að vinna og þessi er nákvæmlega stöðu. Ragga. Þetta er vision. Þetta er vision. Og það er vision. Það er ekki með vision. Heyrðu? Það er klessað bara saman. Ekkert að þessu. Hann ætlaði ekki að færa sig frá til að hleypa inn. Uppi áfram. Ragga hendur þessu djúpt. Það er Karin fyrst, Lex setur pressu, kemur hún yfir á Murphy. Ég held að Gunnborg sé brjálið. Hann þarf að refsa. Það þarf að skora, ég sé það. Ég fíla þessa nýju línu. Friðrika, Gunnborg og Lexa. Hafa þær spilað saman á þér? Ég veit ekki. Hvernig var þetta fyrir Norra síðan?
Lexa var það náttúrulega. Ég var ekki á þeim leik. Lexa- Heyrðu, hún setur hendina yfir pökkinn. Þetta má ekki. Þetta má ekki. Þetta má ekki. Er ekki dómur að Jú, þetta ætti að vera delay game. þú mátt Grípur þarna slá utan á- pökkinn og Já. þú mátt ekki setja Þetta er ekki hendina svona ofan. kastunum. Ef þú gerir þetta náðast markinu var það víti, en hann var í horninu þannig ég veit ekki hvað. Ég held þetta að það er 2 mínútur delay game. Það væri gott að vera Nei, við með. veltum okkur ekki upp á því. Þetta lítur á að spila. Nei, þetta Nei. er sín. Það er eitthvað að laga talstöðuna á milli mín og Óla en það. Já, hún er eitthvað. Það er eitthvað slæmt netsamband inni eða eitthvað. Það er Hákon að kenna. Já, veitur. Eftir að skjárinn fór, þá bara er allt á niðurlegin. Diskakúla á næst í dótturinn og loftinu, það er allt til. Allt í stygg. Ég var að tjekka það í chati, hvort það sé ekki einhverjir að setja inn. Nei, herru, ég er á kömmu. Vitið þessu leik. Arna, Kjærasta, missir á hennu Flósrún. Það er ekkert í chatinu. Enginn að stíða sitt lið hérna. Andra kemur út. Elísa í pressunni Raka. hana. Sendi ekki hann einn, en allt í lagi. Sofía upp á Evu. Já, heldur sinni. Sofía. Settar hann djúpt á Elísu. Elísa aftur upp. Það eru bara komnar í smá powerplay í setup hana. Vel gert fyrir eitthvað annan. Með Ylvi með sér. Ylva. Ylva fílar að sóla. Arna. Skjóttu bara. Ég vilja sjá skoti koma aðeins fyrr þegar hún var með meiri hraða. Já. Þá var hann ná meiri kraft í skotið. Saga setur góða pressu. Kemur hann djúpt. Eva. Það var einmitt í skiptingu þannig að hann var ekki neitt úr þessari settingu. Já, bara róleg. Þessi ekki að setja upp í trapp. Flósrún. Stretchar eins og við köllum það. Tegir á spilinu. Í SR er þetta ekki bara þekkt sem Robby. Já. Robby sig. Eða Styrmi Mók. Eða Stimmi Mókt. Lærði þetta á Robby. April. Tölum ekki um það. Báði svikunar. Ævar Alkvist líka, ég veit að hann hlusta. Það er ekki verið sér djúpt. Elín. Skauta bara bakum markið. Tvær konur pressa þarna strax. Marja. Jónu fyrir. Og April ekki Það er ekki alveg. April. Og Kristín. Hann heldur að sinni Friðrika, vel gert. Ég er að fíla þetta svona set of effort sem að Ester Steffen var. Sást það bara hana. April liggjandi að pótunum allavega niður þannig að hún hafi tíma til að standa upp og Mér finnst bara eins og við sem var að sjá hérna í fyrsta sinn á tímabilinu. Æru. Sigrún. Kolbrún með sér. Hún hliði bara í slapparann. Hann er framjá. Það þurfti að fara á fjær þessi. Kolbrún geta tekið rýpandi. Nei, þetta er Lexa, sorry. Eva. Nú er það Friðrika. Þetta lítur að vera dómur. Nú er það ekki. Engin dómur. 7 og 1 sýtt mér. Eva, Gunnborg. Barátta þarna, flott. Hún að sjá þetta. Gunnborg er ennþá brálið. Ó, hættulegt. Hilma komin einn í gegn. Með Þetta Kolbrún er með sér. breakaði. Andreður. Glæsilega varið. Ég var nú viss um að mér var skrítið að hann myndi ekki reyna að gera 2-0 út úr þessu. Hún var með Kolbrún með sér hérna en Andrea gerir vel á Hún það. reynir að fara undir blokkurinn en Andrea sér við henni en þá er Berglind aftur. Eins og þær vita þá þurfa þær að vera með einhvern fyrir framann til að ná að blekkja Andreu eitthvað því að ef hún sér skot allan tíman þá er rosa erfitt að koma inn í pækinn fram með henni. Það er samt breakaði. Það er svona 50-50 myndi ég segja. Myndir þið það? Sama hver kemur í breakaði. Það var Andrea þarna, Ylva. Það sem ég var að segja á hann. Það var Arna í pressun á Áður en ég var truflaður að mér finnst SR að spila í fyrst sinna þessi tímabili með smá sjálfstrýst. Já, mér líður eins og þessi alveg svona að ná að stjórna leiknum. Já, það er bara svona að spila með sjálfstrýsti og bara hausinn upp og áfram. Ég held að leikurinn hann fyrir Norðan sem fór í framlengingu hafi gert eitthvað fyrir konferensi, sko. Ég meina, þær fengur nokkra Inga. nýja leikmenn. Herru, Saga, einum að eini. hún kemur sér fram hjá Elínu. Ekki nógu mikið til að komast einn í gegn. Elín gerir þetta vel. Missir að pekkinu og tekur líka mann. En þá er Elisa, Andrea kemur út. Já, flott. Herru Jón, þú getur lært af þessu. Það er bara að setja hann alltaf á spaðan á mótherja. En mér finnst gott að búa til smá aksjón, setja hann á spaðan og make einhverja geggjaða vörslu. Já. Ég er svolítið að vinna með það. Mér finnst það að vera galopið leikur. Þetta er auðvitað skemmtilegstu leikur sem ég sé. Já. Inga, sjá þetta spil, maður. Hæ? Þar væri ef ég myndi fá svona sendingar. Já, bara. Æ. Þetta er dómur.
var þetta óvart, ég sá það ekki. Ég heyri mér að Sögu segja sorry, hún vissi bara þessu sökina. Beint fyrir frá dómarann. Ekkert á það, áfram með leikinn. Steinun gerir vel, Marjana. Kemur hann upp úr Steinunni, Kristína misskildi þetta eitthvað. Og Ragga mætir þetta bara í sigurinn, gerir þetta vel. Já, en Og svo Lexa. Nei, hún er ekki Og alveg neitt á einni. Sigur utan á, reynir að koma hún vanna fyrir. Það er eiginlega svo skotið kom bara fyrr. Skjóta bara í gegnum leikmanni. Það var held ég að trufla eitthvað. Friðrika var að kalla á pökkinn en var ekki að skauta eins hratt gat, hann var ekki alveg með henni. Þannig að hann hefði gert sig. Apríl snýr, kemur hún upp og það er Gunnborg komin í vörnina. Slappari. Vel blokkað á Kristínu hana. Lexa upp á Dagný. Aftur niður á Lexu. Það fá hérna smá spil, Gunnborg. Nánast kom hann bara í svona powerplay eins og Fjölnir var í bara rétt á hann. Ég held að sé langt síðan við séð svona spil frá SS. Lexa. Það er í hótt, Gunnborg. Sóla færa. Fancy sko. Ekki missið út. Hvernig við þetta ekki Silky Mitch? Jú, hann má segja það. Gunnborg. Hann má segja það. Reynir að baka þetta sendingu, Sigurður truflar hana. Hann á líka að kalla þetta bara Robbie sko. Já, Robin. Það er margt annað. Öskra dómarann, það er Robbie líka. Já, þetta var dálítið klaufalegt að missa þetta í æsing eftir að þær voru með pressun þetta öfugt. Þær hefði átt að hreinsa í æsing. Það er bara virkilega skemmtilega leikurinn það sem við erum að fá. Já. 8 mínútur og 30 sekúndur þetta rúmlega eftir að öðru leikulda. Þannig, við fórum hann bara... Æ, það er betra að láta hennar bara fara. Kolbrún. Þessi er inni. Hilma eftir skot frá Kolbrúnu. Veldi ég að fóra á ykkur varnamanni SR hana. Þetta var klaufalegt. SR voru búin að reyna tvisvar sinnum að koma honum úr svæðinu og Fá ekki að sjá þetta aftur. Jú, fáum að sjá þetta núna aftur og með það skipta hann er hann á leiðinu út. Lexa heldur nú oft inni. Ég finnst að fara þarna létt í Sögu, svo Andru og Hilma potar hann með hann á fjárstenginni. Já. Gott mark. Ég held sko að þetta hafi farið í varnamann í gegnum Andru og högurinn hafi verið liggjandi fyrir aftan hana eða hvort hann hafi farið í stenginni, ég sá það ekki alveg hjá hann. Þetta er... En Kolbrún alltaf búin að... Þetta er bæti fjör í leikinn, 2-1. Kolbrún leðast aftur. Kolbrún auðvitað fram með Bríett að það, bakhönd, rétt framhjá. Við höfum ekki hleypa henni innan leik, SR ef það vilja Svensson sigri. Hann átti að sjá það bara, gefur skot á mark á bílstilanskóla Keyjós. Urðu! Hún náði að breyta stefnu á þessu. Eins og ég sagði á hann, þær höfðu verið að hlusta í leiklega. Það fór yfir hrattir. Ég held að Emil sé líka bara með okkur í eyrun. Ég held að það sé ástæðan okkur, hann vill ekki koma í viðtal. Það getur verið. Friðrika. Þetta bara sjálf. Ekki senda. Eitthvað kraft þarna í gangi. Murphy. Ágætt vörn fannst mér. Brynja. Murphy 1. Stýrin er bara niður í hot. Bríett tekur við henni. Flott vörn þarna. Við gert hjá Bríett að reyna að loka á hann. Hún sá hún var 1. Já, Brynja stýrir henni bara utan á við og Bríett stígur bara inn. Bara ekki mjög flott. Nei, pökkurinn er einhverju. Eitthvað bara þarna í gangi. Sé ekki hver með hann. Friðrika kemur hann yfir á Maríusól. Hún gerir það stað. Örn með sér, en það er farið skiptingu í Friðrika og Arna, þannig hún er 1. Hún setur bara djúpt. Marja gerir þetta vel, hún hendur hann bara djúpt og eldur. Já. Bara á full. Sá, ef hún hefði mist hann þarna, það hefði verið mjög hættulegt. Sko. Bara að koma þessu djúpt og elda. Ánægð að sjá þetta. Kristína. Hún er röggu uppi. Svo vil ég sjá bara inn á mark. Sammála. Missir hann fram með sér. Hættulegt Murphy. Saga gerir vel, sköldur tilbaka. Andrea stýrir þessu út í hot. Það er Kristín. Marja kemur þessu út. Ekkert að þetta. Jú. Sýndist þetta reyndar áður en að Kristína. Fáum að sjá þetta að það er hægt. Fannst þetta áður en að þetta sýndi slow motion. Þannig
Kemur hún, já nei, herru, Ragga, hún var að delta því að Ragga trippa hana. En síðan kemur Kristína inn með killuna og þá leita út eins og hún hefði. Það var dómur eftir skóna í bóksinu. Ekki smá heppilegt fyrir SR að Ragga ekki senda út á hann, náttúrulega. Já, það var hann í PK. Það er fínt. Það með fleiri sóknarmenn eldri varnarmenn. Frekara sóknarmenn í fari. En nú fáum við að sjá powerplay frá Fjölni. Í fyrst sinn í leiknum. Já, nú er 1-1 í brotu. Kolbrún upp á topp. Hilma og Berglind hliðina á sér. Já. Hammer. Mér dattaði í hug. Þetta var hammer. Mér dattaði í hug. Kolbrún myndi bara skjóta. Kolbrún, labba bláu, kemur hún við úr Berglindi. Hún labbar inn, aftur upp á Kolbrúnu. Guðborg, góð pressa og kerðu. Erfitt að vera með Kolbrúnu í bakinu. Þetta gæti reynda verið dómur að mínu mati. Þetta? Ok. Fannst þetta að vera smá húk en... Kolbrún bjargar sér þarna. Engin rangstaða. Misti pökkinn klaufalega, en bjargar sér. Það er það skiptir máli. Fannst það bara vera góð pressa hjá Gunnborgu. Lexa bara... Það er eitthvað miskilningu þarna. Taka engan. Hver á að taka hennan? Okkur labba hún ekki bara inn. Hilma. Kolbrún vill skjóta, sé ég. Senda hann yfir. Það gerir vel. Vel gert þarna. Þær eru að pressa ágætlega. Þær eru að láta Fjölnistelpurnar gera erfiðar sendingar upp á bláu. Sem er að láta þær missa pökkinn og þá ná þær að hreinsa hann út. Þeir eru beint á. Þetta var flott. Dagný kemur hann bara djúpt. Hann har April að skipta. Kolbrún ennþá inn á, ætlar hann að vera bara. Dagný skiptir líka, Inga og Ragga. Sjálfsögð. Ná reyndar að vera í bóksinu en hún er komin inn á. Þetta er æsing. Það lítur að vera. Jú. Allt er eins og það að vera. Nema að Ragga sé ekki í bóksinu þetta. Í bóksinu með þig! Ég finnst að dómararnir mættu vera með streymi í gangi. Ef þau hafa hort á þetta og heyrt hvað við höfum. Það var vídeo að við séum bara gætir í Toronto líka. Það vilti mig að heyri okkur. Hákonum með númerið mitt í bóksinu, ég get alveg hringt í mig. Sagt þér frá þessu. Við tökum þessa samræðu við á eftir leik. Það segur hún lögast að er Kolbrún í báður, nei, er hún í báðum powerplayunum? Já, syns það. Það var reyndar æsing þegar hann ætlaði að skipta sem það. Ragga, kemur hann djúpt. Já, Súsek. Gott að hafa hann inn á. Gott að hafa hann inn á í píkinu. Heldur hún vitið upp á Súsekina? Já, alveg 100%. Það er eitthvað glott á hann. Gunnborg. Og svo. Gunnborg er bara eins og Prime Datsuki í Fortjinginu. Gaman að sjá. Hörðu, og vinnur pökkinn. Gunnborg. Fyrir í. Vel var ég á tölmið. Nei, var það ekki Kilvan hennar Kolbrúnar sem hann komst í? Annarkvort eða. Mér sýndist Telma að vera heyrðist hljóðið hannig. Já. Gunnborg ég er líka alltaf á því að gefa bara markmanninu kredit. Gunnborg er að gera þig stressa með pökkinn. Hún er að stela öllum pökkinn. Góð pressa, Ylva. Og svo aftur, nú þarf að baka. Þetta er bara rosaleg vinna. Og svo Friðrika fer fram hjá Kolbrúni. Þetta er brot. Já, það er dæmt á það. Jú. Rétti maður fer í bóksi núna. Já, Kolbrún leiðir í bóksið. Það fáum við powerplay aftur. Annar powerplay. Fengum við ekki mark síðan? Jú. Það sé sama gameplan. Upp á blái, yfir á Ingu, Hammer. Þar sem við viljum sjá. Sýnist Inga hafa verið að sækja einhverja aðra kilvu, kannski eitthvað að. Hammer killuna? Já, Hammer killuna. Sækja sleggjuna. Smá auka flex til að þryggja honum að það. Aðeins stífari. Já, það er smíkrið, það fer ekki. Herri, hún vinnur ekki. Og beitir bara Ingu og greif hann í sig. Röngu. Ragga yfir sögu. Þetta var reyndar fullkomið hvernig það er sett upp powerplayið. Inga dró í sig fyrsta fortcheckara. En nú þarf að pressa. Gunnborg skiptir eftir 20 sek. Það var inn á lengi á hann í PK-inu sko. Það var alltaf að Kristína var í bóksinu þannig að það var ekki sóknarmenn að skipta þið. Já, herra ná að pressa þarna ágætlega. SR einu fleiri. Saga bara leggja stað, okkur er ekki að skauta. Leggja stað, já, byrja. Betur að einu myndi koma með. Já, fara bara með þetta einn. Hún lappa bara með þetta róleitin.
Og svo bara á marki. Rétt fram hjá. Þetta ætti bara að vera gameplanið, sko. Lappa með hann upp. Arna. Æ, finnur ekki Kristínu. Það er Lexa að halda sinni. Það sjálfsögðu. Svona. Drott sending á engan. Kristín nær þessu. Lappaði bara. Taktu bara skotið. Lengra. Új. Vel skotið, vel varið. Já, það var fljótt. Lexa aftast maður. Með Friðriku. 40 sekúndur eftir á powerplayinu. Friðrika lappar inn. Það þarf að passa þessar sendingar tilbaka. Berglind nær ekki breyta sendingar heimu. Skot framhjá. Fín vörn hjá Apríl. Berglind. Apríl. Það er alltaf slæmt að fá 2 á 1 á móti sér í powerplay. Mér er bara alltaf slæmt að fá þessi 2 á 1. Já, svo er það. Friðrika. Inn í miðju Kristína. Tínur hann í löpunum á sér. Eða var þetta plana fyrir að skilja netti fyrir Lexu? Þetta er bara ránstaða og þetta var bara mjög klaufalegt. Bjánalegt. Það er bara sem ég þarf að segja, sko. Þú talaði bara hreint út. Já. Tíu sekúndur eftir. Er ég með optionir eða eru nöfnin á þeim með frönskum rennilans? Já. Það er galið. Það passa. Galinhöfn. Þetta kemur sinn. Selma stýr hann bort í hótt. Marianne er þar. Ég hélt sem að þessi var að fara inn. Ég veit ekki okkur. Það er oft svona laumur, sko. Saga. Saga er að stilla upp í powerplay. Klaufalegt. Þóra. Býtu, var það ekki Kolbrún sem fór í bóksið þegar skoruðu á það? Jú. Ég held að hún sé ekkert alltaf ánægð með að vera í bóksinu, sko. Þannig að Marianne. Klapar sögu hana. Ingarnar trufla ekki nógu mikið. og 2 á 1 hana. Raka gerir vel. Þessi bekkurinn ánægð með þetta. Kunna að meta svona. Þetta er reynslan. Mýrus aðeins að láta bekkinn heyra hérna. Já. Það vil ég Það sjá má betra líka. effort í vörninni. Það má líka. Hörru, það er bara 1 mínúta eftir öðru leikli. Hérna væri svona hálfnaðara. Er ekki alltaf sagt að tíminn liður hratt eða gaman? Ég hef heyrt það áður alla. Jæja, Gunnborg hefur senst að ná hann út. Hvort það var Halldór Laxness sem sagði, ég man það ekki. Það er ekki Nietzsche sem það. Já, getur. Ég er alltaf að lesa Nietzsche. Er þetta ekki text í Beethoven eða ekki? Ég var ekki. Text í Beethoven. Þetta kemur einhvers. Chat, texti í Beethoven. Vá, Hvað er klippið ekki- þetta. Klippið þetta var eitthvað heimskast að segja. Text í Beethoven, jú, ég er nokkuð viss um það. Það er bara tónlist, það er ekki textið það. Heyrðu, Velari Andrið hana, Kolbrún í góðu færi. tíminn að teka niður. Náður einhverjum meira. Inga, leinu högginn. Yfir Apríl. Og tíminn rennur út. Tíminn út. Skemmtilegur annar leikluti. Já. Ég held að ég þurfi bara að fara með duttu og senda fjölskyldunum mína bara afsökunarbeðni að þetta komið til mér. Ég þurfa að Tekið taka þetta á hana mig. sjokk úr þér. Auðvitað er engin text í Beethoven. Endilega sendi í chati. 2-1 fyrir Skautafélag Reykjavíkur Mér sýnist við vera að fá fyrir 3. leikluta. Hérna hann Helga Bjarnason aðeins í viðtal til að útskýra þetta mál. Til að útskýra hvað er í gangi á klukkunni. Ef þið viljið fylgjast með þið, fylgjast þið með, fá loksins niðurstöðu í þetta mál. Við komum aftur eftir 2.
Já, við erum komin í gegn, það gott fólk, hér er komin Helgi Bjarnason, tæknimaður á leiknum, hann ætlar aðeins að útskýra fyrir okkur hvað var í gangi með klukkuna áðan. Helgi, taktu við. Já, sko, það kom fyrir, ákveðin aðili labbaði inn í bóksið, tæknibóksið, með glas af vatni. Það er náttúrulega ekkert að því, bara að hafa vatnssopa með sér, en þegar fólk eins og hann Hákon Marteinn Magnússon situr við tölvuna, er ekkert að gæta að sér, dúndrar olnbogum upp, það rækst mjög harkalega í glasið og það sveiflast yfir allt. Músin, það slagnaðist á músinni. Hún er ónýt eða? Hún er ónýt, þannig við ætlum að fara undir, reyna að setja nýja mús og á meðan það gerist, þá slagnaðist alveg á tölvunni og kerfið fór niður. Þetta er ekki nógu gott að heyra og ætlar hann Hákon Marteinn hvernig ætlar hann að bæta þetta upp? Hann neitar að taka ábyrgð. Já, það er klassískt. Já, típist Hákon sko. Já. Svolítið barnalegt en... Þetta er ekki nógu gott Hákon Marteinn og ef þú ert að hlusta, þá bara, ef þú vilt segja þína sögu, þína hlið á málinu, þá er opið í viðtalina rétt áður en að leiklutin byrjar. Takk hérlega fyrir að koma og segja þína sögu. Takk sömuleiðis. Takk fyrir okkur.
Já, velkomin tilbaka hérna, gott fólk. Gott að fá að heyra eins frá Helga varðandi málið. Já, skemmtilegt viðtal. Ég bauð honum Hákoni Martini í viðtal, en hann neitaði. Það sagði, kýs ekki að tjá mig, kýs ekki að tjá mig. Kýs ekki að tjá mig. Hann veit upp á sig sökina. Já, ég held að segja nokkuð ljóst að hann verður ekki aftur á klukkunni. Nei, halda hann frá þessu, helst. Hann var bara að dæma. Eða bara í sjoppunni, eða miðasölunum. Já, hann ætti náttúrulega að dæma, en hann myndi bara Friðrika skamma hann svo mikið. En það eru 2-1, 20 mínútur eftir. Búinn að vera mjög jafn leikur. SR búinn að fá skemmtilegur leikur. SR með 2 refsimínútur á móti 4 refsimínútum hjá Fjölni. Það er kannski ekki alveg 4 þegar það er skorið. Svona 3. Já, eitt powerplay mark frá SR. Eitt í venjuleg 5 og 5. Ég er að búast til mjög jafnri lotu. Var ekki Inga skoraði fyrsta, Saga annað og svo vinkaði Hilma fyrir Fjölnin? Jó, var það ekki hannig? Ég minni það. Var það Hilma eða ég sá ekki. Já, það var Hilma. Ég held að næsta mark vinni. Það var oft hann í stöðinu 2-1. Ég held. Það Kolbrún, sterk á bekknum. Setur hann að fyrir Berglindi. Saga mætt tilbaka, vel gert. Inga tekur hann. Nýr og beint inn í miða á Gunnborgu. Gunnborg. Elín verð þannig bara með gilunni. Ég finnst að það þurfa að setja meira á markið. Það er ekki alveg búin að testa markið. Lexa þarf að fara. Það byrjuði á því sko. Og svo einhvern veginn hægðist aðeins á sig hjá þeim og... Fannst það bara... En ég held að vera allt skilið eftir hérna núna. Allt. Bara Emil gerði skipti markmann sinn út í 2-0 og svona... maður vill ekki láta... Klaufaleitt þarna hjá Elísu. En það var Arna. Arna komið inn á. Kyrsluna. Setur hann allt og... Friðrika kemur inn á markið. Reynir bakandasendingarna, Friðrika. Snýr, kemur hann upp á. Dæni, setur hann bara markið. Arna nálægt í að spekla hann á maður inn og... Flósson fyrst í hennar bök, Ylva setur pressu. Góð pressa. SR er að pressa mjög vel. Myndum við ekki segja að þetta verið góð pressa þó að hann náði ekki pekkinu? Jú, af því að þú ert að láta þau... Þú lætur hann að snúa við og þínir menn hafa tíma til að koma tilbaka og... Síðan enda hann með því að kasta hann út á bláan leikmann. Friðrika kemst mestu inn í þetta þarna, Sigrún sterk, Friðrika, Elín. Ég er ekki svo ónefndur aðali sem að segja bara góður hlutur eru það að þeir enda í marki. Já, það er ástæða fyrir að hann er ekki að lýsa þetta lengur. Hann var rekinn. Já, vildum ekki hafa hann. Myndavélinn elskaði hann ekki, það er bara staðan. Það er bara svoleiðis. Það reyna að það er að spegla. Það er mjög sniðugt. Sérstaklega á móti svona góða markmann eins og Andri, þá þarftu trafík, þú þarft einhverja killur, eitthvað krafs í gangi þarna. Þú þarft mikla umferð fyrir fram markið. Það var að Eva sem snýr hann að Marius Hól af sér. Bríett fyrst í hennan, Steinu tröflar hann af, Steinu vinnur hann. Flott að Sigurinn hvernig hann tók killuna svona upp. Já, vel gert. Fullkomnu tíma. Marjana góð sending yfir á Evu. Eva labba bara inn. Steinun, Lexa tröflar hana. Missi killuna í leiðinni. Saga rimmar honum. Kristína þarf að vera undan í þannan. En Elín er fyrst. Sé ekki fer hann út, nei. Ég held að sé ekki margar í þessu deild sem eru betri í þessum baráttum á battanum en Elín. Ég seg. Lexa. Það var leggur Lexa á stað. Fyrir utanverð. Nota bara hraðan. Þetta hlýtur að vera dómur. Þetta leit alltaf út fyrir að dómur. Ójó, Hilma alveg inn í bóksið. Lexa liggur eftir, stendur upp. Fáum að sjá þetta aftur. Já, ferðinni. Lexa gerir bara vel, skýlir pekkinum. Fer í lappir. Skýlir bara pekkinum og Hilma hefur ekkert að slá í nefnum bara lappirnar á henni. Þá er það Inga, Saga, Marja, Gunnborg og Ragga. Ég finn ennþá þessa leikt hérna á þrennu. Hvor verður fyrr að skora þrennu? Verður það Inga eða Saga? Það er spennandi að sjá. Kolbrún vinnur þetta face-off, Eva með hann. Þetta er hann fast yfir á Hörpu. Klaufaleitt þarna á Ingu, Kolbrún. Komin í breakaway. Það gerur hún. Skýtur framhjá. Framhjá. Hvort að Andri hafa náð hanskanum í hann, ég veit það ekki. Sýndist ekki. Jó, mér sýndist það. Mér sýndist ekki. Ég gef markmannum alltaf kredit. Ég er einn af þeim. Þessi markmenn standa bara hann. Upp á sögu.
Saga er komin á toppinn núna og Ragga á vinstri kantinn. Inga er í bumper. Þær þurfa aðeins eitthvað að koma sér í stöðu. Gefur Ragga! Mjög vel var ég á Telmu. Þessi hefði mátt vera inni. Þetta var rosa flott. Flott spil. Saga með hann. Ragga sterk hérna bara. Þetta var hlýtur að vera húking. dómur líka. Ekkert á þetta. Ég sé ekki alveg af hverju þetta er ekki húking. Þessi bekkurinn ekki ánægð með það. Góð sending niður á Röggu. Hún tekur hann inn á mark. Komin einn í gegn. Setur hann. Hún ver Telma. Vel gert. Það er ennþá á lífi. Upp á Gunnborgu. Pakkurinn í löpunum á henni. Kolbrún hreinsar. Þetta var flott powerplay. Góð pressa. Fullt af skotum. Fullt af góðum færum. Vantaði bara þetta síðasta skref. Tróðanum á þinn. Það kemur. Kemur með kalda vatninu eins og Björn sagði. Hvað heldur það? Ég er búinn að biðjast afsökunar á þessu. Þetta er bara búið, sko. Að lifa þetta af, eða? Þetta er búið núna. Þetta að hafa að gjalda fyrir þessi mistök. Já, ég hringdi mömmu upp að afsökunar á þessu. Það er ekkert að vera að horfa á þetta streymi. Það fyrir þig og þína fjölskyldu það ættir að vona að þið sem fæstir að horfa. Já. Gengur Ég ekki. geri þessi mistök ekki aftur. Fattandi mönnum best að lifa. Ég ætla ekki einu svona að reyna að giska hvað ég segði það. Alltaf Lagsnes að vara betur. Það eru þá powerplay búið og lið spila 5 á 5. Apríl með bögginn. Kemur niður Friðriku. Þeir eru að leyfa sigurinu bara að. Vandræðaleg sendingarna. Stoppar ekki bara fyrir aftan markið og... Rétt erum við þessu á endanum. Karin er fyrst þar. Kemur niður á Berglindi. Hún niður á Hilmu. Núna þurfa þær aðeins. Það eru dálítið flatar núna, þessar stelpur. Það eru að koma þessu út. Bara ekkert að virka. Pökkurinn bara fer ekki út. Rosa góð pressa má þessu verið að segja hjá Fjölni. Kolbrún. Þessi er inni. Þessi er inni. Þessum upp í hóðni, wow. Þetta var skot. Ég var orðlaus í smá. Þetta var skot. Þetta er það sem þú veist ekki eða þú ert SR. Þetta byrjar allt með að koma ekki pekkinum út, sko. Og það er fagnið, Hún er ánægð með þetta. Ég vissi að hún myndi svara fyrir sig. Fáum að sjá endur sýningarna þessu hérna. Ég náðum ekki bara út. Bölvuð brassaði konum hann út. Svo Kolbrún fær frá plási. Treður hún hann yfir. Það er ekki hægt að segja mikið við svona marki, sko. Það er bara vel gert hjá Kolbrúnu. Já, samt varnarmistök hjá SR komið sér ekki út. Það er alveg sens á því, sko. Það voru alltaf að reyna einhverja sendingar í staðan fyrir bara að hreinsa hann og... Það byrjaði allt með einhverju svona paniki eins og við vorum að mynda að hrósa þeim fyrir að vera ekki að gera það. Kannski er þetta okkur að kenna, kannski vorum við að jíksa. Ég trúi ekki á svoleiðis. Þetta var bara í loftinu. Þær voru að spila betur. Þær voru bara að pressa. En síðan munurinn, þú veist, SR var að pressa svona vel á hann, sko. Þær bara náðu ekki að... Pökkurinn endaði bara ekki í markinu. Það er einu munur. 2-2 leikur, ég meina þetta er jafn leikur. Já, það er ekki alltaf, það er 2-2, það er ekki jafn. Ég er bara spyr, sko, ég er ekki góður starfræðis. Þú ert ekki heimspekingur. Þú ert í háskóla ekki ég, sko. Þú ert nú í einhverjum skóla. Já. Represent. Já, hvað er represent? Fara skóla. Fara skólan? Skólan lífsins kannski bara. Já, þú veist, meðal annars. En það er ná veginum djúpt og SR byrjar að breyka út á Sögu. Það leggst aðeins fyrir hennar. En Saga heldur bara fram. Ég held að Saga sé, ég held að hún vilja annað. Ég held það líka. Eitt mark er ekki nóg í dag fyrir hana, ég sé það. Okkur skoppandi í miðjusvellinu. Hann drast á bara hana fyrir Bríeti. Byggjar hann upp. Nú var hann að vera Ylvil og missir á honum. Þetta er ekki æsing. Nær honum, Sigrún. Snýr. Nú er hann komin að fara hérna, sko. Þetta er hættulegt. Arda gerir vel. Vel gert hjá Örnu. Friðrika stýrði vel, Arnar lokaði nákvæmlega sem við viljum hafa þetta. Kristína tekur bekkinn á honum. Ekki bara henda. Já, allt góður. Lyftir bara höndum. Núna breytist það aðeins, núna voru SR stelpur aðeins að pressa það betur. Ætli Kristína hafi skammað rönguðinn í klefa fyrir að hafa sittið í bóksinu fyrir hana? Nei, ég held ekki. Eldri leikmaður. Það gera bara það sem það vilja. Reynslubolti í vörninni. Það er ekkert að Hanna. geta... Svo Spaðan á Sögu, reynir skoti. Það er framhjá.
Og þá er það Kolbrún. Kolbrún. Ég held að hún skauti upp allt svolítið. Ágætis bett. Ég myndi alveg setja peningin á hann. Það gera vel, loka bara á hana. Aldinni fyrir utan. Já. Berglind. Finnur hana. Kolbrún inn á og vilti eiginlega hafa Sögu inn á til að skauta með henni. Stoppa það. Hún bara slóð hennar bara beint niður. Kristína þarf að ná þessum út. Hún fær mörg tækifæri. Hann fer ekki. Já, Saga. Saga með hann. Kera bara, kera. Það er að nota hraðan. Það er með stýriðinni. Það er að teka við henni. Taka bara plossi sem það er að gefa. Setja pressuna bara eitt aftur. Halda pekkinu bara, skautar á stað. Setur hann bara djúpt, flott. En hvort það var að reyna að finna Gunnborg á þarna. Já, mér sýndist það. Sendingin var ekki alveg... Raksa mætti pressuna. Raka heldur sinni. Spila. Gunnborg var einandan fyrir framann. Alexandra var að reyna að ná sendingunni í gegn. Nú eru Fjölnisstúlkur ekki að ná kominum út. Þá spurning hvort að SS-stúlkur ná að refsa. Heyrist að skal spila. Elísa með góða pressa á Dagný. Elísa, snýr. Dagný bara í bakinn á henni, flott. Friðrika nær að stela pekkinu. Hún er komin á ferðina. Það er verið að pressa hana á öllum áttum. Hún þarf einhverja hjálp. En Alexandra frekar ósýnilega þarna. Elísa. Sendar bara beint á Dagný. Dagný reyndi að finna Örna þarna. Og Elín. Góð pressa, Ylva með hann. Labbar inn. Það er dómur. Á Örnu. Fyrir boarding. Var það fyrir tæk? Nei, boarding. Herru, ég er búinn að komast að niðurstöðu í málinu með treyjurnar. Já. Þetta eru öðruvísi treyjur sem horfðu á litin á treyjurnar Ingu og Sögu. Já, þú ert maður sem tekur eftir svona hlutum. Þetta er bara, franskur henni láta annar treyjur, sko. Já, takk fyrir að leysa þessa ráðgóti fyrir okkur. Það þurfti einhver að gera það. Já. Það er eitthvað minna quality í þessum nýju treyjum sé. Jæja, þá fá... Ég ætla samt að fá að rósa Hákoni. Það er 10 mínútur liðnar af leiklitanum og klukkan er búin að standa sig vel. Já, þetta er nýtt met hjá honum. Það er ekki gengið svona vel hingað til. Þegar hún slappari, rétt fram með markinu, skópar aftur. Ég held að hann sé bara búinn að hugsa sinn gangi eftir að Helgi kom inn í viðtalið á hann og sagði þetta sannleikann. Sendur hann upp á Elínu. Gunnborg mætt, blokkaskoti. Saga með henni, en Elín gerir vel. Gunnborg er búinn að gera þetta tvisvar í leiknum, nema tvær hröðustu stelpur í Fjölni eru búinn að vera þá sem er að missa pökinn, þannig að það er erfitt. Það er erfitt að komast fram með Elínu, sko. En Gunnborg er eins og, sko, Prime Datsuk í pressinu, sko. Það kom ekki pökkinni fram hjá henni. Sérstaklega ekki í powerplay. Flossrún. Raka, mætt. Þess er þetta bara skynsamlegt. Reynslan. Leiði vinkonum sínum að skipta. Já. Þegar segir hann að taka hægri. Tilbúin að Þannig að hún sé nær bekknum og hún getur skipt. Það var að Kolbrún. Upp á Sofíu. Sofía. Hún lappar inn, skýtur bara, Dagný blokkar. Vel gert. Góð pressa hann að Dagný. Nú þurfa þær helst að ná að leyfa Kolbrún ekki að skjóta. Hilma. Dagný þarf að fara í hana. Hilma leitar ekki eins og inn á mark. Hún bara labbar niður til að leita sendinginu upp. Ég þarf að veiða, já. Þær vita hver vill skjóta þarna. Nú er eitthvað stígu upp. Slappari. Fram með á. Ég fíla gamla góða slapparann, sko. Já, ég sér alltaf lítið á hann. Hann er að deyja út í hockey. Það einu sem ég sé taka alveg slagskot er Eddi. Já, nú er Kolbrún Garðars. Kolbrún. Heyrjum, þá er Hákon að klúra einhverju því að þetta hljóð er ekki eðlilegt. Og gripinn. Já. Vel gripinn. 4 sekundur eftir í powerplay Fjölnis. Mér skemmtilegt að ég væri til í að sjá bara restina af leiknum bara í powerplay. Bara 4 mínútur á hvort lið. Já. Ég er ekkert að halda þetta. En allt jafnt hérna í Laugardalnum. 8 mínútur eftir. Allt í hnífum. Ekki eitthvað. 8 mínútur eftir.
Átti hníf? Allt í hnífum? Nei, maður segir hníf, já. Já, allt í hnífum. Góður. Ég held að betur hann að þetta einhvern tímann, sko. Úff. Segðu mér í chatinu, Nei. hafði einhvern tímann heyrt eitthvað segja Þetta er allt í ódýrt. hnífum. Þetta er ódýr dómur. Ég var bara að gera nákvæmlega þess að ég baði hann að gera. Þetta er ódýrt. Við erum að sjá þetta aftur. Það er ekki hægt, það er alltaf langt liðið síðan. Mér fannst þetta ódýrt. Pálmi Ásbergsson segir, ég er orðinn sjóveikur á þessari myndatöku. Það er smá lestur hérna. Rífa sig í gang hérna. Skulum ekki vera svona zoomaðir. Hann var bara að kjurra myndavélina. Ég held að það sé best. Það er ekki það sem þú ert að meina, Pálmi. Ég er alveg sammálaður. Ég þoli ekki þegar myndavélina alltaf elda pökkinn, sko. Ég vil frekar bara hafa þetta zoomað út og yfir Við gefum svæðinu. hann séns. Ungur. Hann er að læra. Það er að gera þetta í fyrsta En sinn. hann er með besta kennaran, Andri sem með okkur hérna. Já. Hann er með þetta alltaf hreinu. Stundum saman bara old school lestur. Andri sem að þessu klikkar ekki svona hlutum, sko. Það sér úti. Elín. Já, hún leggur bara í hann. Leggur hann. Murphy reynir sendingu á Það er enga. að misreikna hennan eitthvað. Og bara til sögu þarna. Svo vil ég sjá. Hann vantar ekki bara þannig hana. Nei. Kemniskapið. Og svo Raka. Ekki minna kenniskap í henni. Nei. Og svo. Keira bara. Ég segi bara leggjast það. Já. Nei. Þetta er alltaf líka að ná að skipta. Sammála. Sigurður tekur pökki fyrir afturmarkið. Keirir á stað. Hún fellur bara þarna sjálf sig. Já, hún bakkaði aðeins og Raka nær satt ekki að hrifsa henni pökkin. Og það er Berglind. ég vil sjá Gunnborgu vera á toppnum. Já, hana. Fara í kolbrunni. Nú þarf eitthvað að stíga upp hana. Berglind labbar bara inn. Fær Fær frískot. pökkurinn. Friðrika Góð bjargar þessu. Andrea sá ekki pökkinn hana. Andrea ver fyrsta skoti. Friðrika tekur rýmbandi. Allt er svo að vera. Kolbrún labbar bara. Hann vill skjóta. Og Ragga nær ekki að hreinsa. Friðrika vildi fá hann. Hilma, skot, varið, rebound. Nei, klaufalegt. Ekki, já. Telma leiðast á bekkinn. Það er biðdómur. Það er missa hann ekki út, Kolbrún. 6-4 í 6-4 reyndar. Skoti kemur, rebound. Varið. Andrea með hann. Og Telma hreinsar. Þetta er einmitt á sömu sekund og Inga kemur út þannig að þær fá bara annað powerplay í staðinn fyrir að það sé 5-3. Það sést báði hingað til að vera að rætast. 8 mínútur eftir. Ég veit ekki hvað spáð þetta tala um. Sést Atli Húsarur er komin á hurðina. Lukas er búinn að gefast upp. Hvað þreyttu kallinn. Nú held ég að það komið timeout. Emil tekur timeout. Viljum við heyra gameplan hans Emils eða? Nei, við ekki að leifa að maður verið í friði. Æ, svo sem að. Heyrðu, við getum kíkt á kommentin aftur. Kíkjum á þau. Birna Guðjónsdóttir segir sammála. Ég held að segja þá sammála honum Pálma. Fínt að fá fjármagn í myndavélar í stað nýrra leikmanna, já. Þetta er helviti dýra myndavélar. Það er hart skotið. Ég held að það þyrfti bara að kenna þessum fólki hvernig á að taka þetta upp, sko. En við erum að reyna okkar besta hérna. Ég vil nú meina að við séum með bestu myndavélina af öllum liðum, sko. Það var alltaf hægt að horfa á þess að leikja þarna upp í Egilshöll, sko. Það er hægt að færa rökkur í því. Langbesta streymið, það er ekki... Er ég eitthvað galið að segja sem er langbesta streymið? Mér finnst það ekki galið, sko. Kannski erum við hlutræðir. Já, það getur verið. Ef þú ert Emil, hvað segir við liðitt núna? Skora. Á þú ert Mílur, hvað segir við liðitt? Verjast. Þetta sé bara 1 orð. Já, bara 1 orð. 30 sekundur. Nei, ég heyrði alltaf ekki mikið glaður eftir það, sko. Ég veist líka bara hvað, fullt að beita. Mílo sagði bara PK. Emil sagði bara skora. Já, ok. Jæja, og þetta er mjög mikilvægt face-off. Sagarinn að hreinsa nú. Hver er í bóksin? Þetta er Ragga. Og nú... Vel orðið. Þetta á döðafæri. Þetta á döðafæri. Ég truflaðist aldrei því að
Ég Það er Helgi Bjarna. misti orðið. Er eitthvað aðeins að klúðra? Kolbrún beint í maður Andri. Heldur að þetta hafi verið vatnið sem að Hákon heldur niður? Getur verið. Af því að það hljómaði eins og að vera eitthvað að þessu mikrofóni þarna hjá hann. Þetta er eitthvað stór, ég sé það í glotta. Það er allir lagandi, þeir vita við séum að tala og Helgi sér það. Ef þeir eru að hlusta, kannski sleppið þessu á meðan leikurinn er svona spennandi, er hann að einbytta mér. Friðrika sýnist vinna feysa við, en Kolbrún var bara grimmar í pökinn. Leitar að sendingu en hugsa bara, ég verð bara að skjóta. Lappar. Gunnborg er að segja þér að þetta er rosalegt. Ef hún klárar þetta á. Já. Úff. Góð til hérna hana. Ég er ekki eini sem er að sjá það að Gunnborg þarf að vera hana á toppnum. Hilma, Bríðis pressar. Fer hann á mark, en fer á markið. Þarna hefði hann þurft að taka bara sinn tíma og hreinsa hann út. Já, kannski var ekki sem kalla hana tími. Allt sem að fer í panik. Gunnborg, vel gert. Snýr baki í bleið. Friðrika. Berglind með hann. Friðrika í pressu, flott pressa, Elín. Friðrika pressa bara hana. Þarna var gáninni smá. Hilma skýtur. Þessi er í maður með Bríði. Vel gert. Hún enda með hann og blokkar svo bara skoti. Ég verð að segja að mér finnst það bara mjög vel gert hjá báðum liðum. Fjölnir er að búa til skot og SR er að bara blokka að komast inn á milli, sko. Friðrika með hann. Hún ætla bara að skauta. Já, einmitt. Það er alveg sama á þessu einu færi. Kannski aðeins of sama því að... Og svo kemur Elín. Elísa fer inn á mark. Andrea stýrir þessu horni, vel gert. Rúmlega 15 sekundur núna eftir af yfir tölu hjá Fjölni. Nær Flossrún, pökun fyrir út. Og Sigrún er á kantinum einn, vildi fá hann. Sendingin ekki alveg nógu góð. Hún nær samt að lappinn. Lappar og skýtur framhjá. Dettur. Þetta er nú að fá dóma þetta. Vill tripping. Hún er ennþá að... En það talaði dómarar. Mér fannst þú að þetta nú ekki vera tripping, sko. Með við svona hvaða dómar maður er búið að vera að sleppa og hvað er búið að vera að dæma á. Með við línur í leiknum og dómararnir með það er búin að halda góður í línu. Þannig var Elísa ráðstæði, þannig að Sigrún gæti ekki farið og ráðist á svona vörn. Finnir hann hana, Elísa, sendur hann bara sögu. Býttu, hvað er þetta? Hún ætlaði bara að hefna sín hana. Sýnist þetta að vera hendabrót. Saga blokkar þetta, vel gert. Lexi. Finnir Lexi. Lexi 1-1 á móti Evu. Inn skotið, Telma stýrir þessu í horni. Það var á Fjölnir. Nei, Arna kemst. Þetta er sinni. Þetta er væri, skjóttu bara. Tökum skotið, hann er laus! Það er í gangi, nei, hún er að frísta. Telma er honum. Þetta er að Suðlum. Já, við verðum til að skot á mark. Fá sjá þetta ráðast á markið. Fáum að sjá þetta aftur hérna. Tökum bara skotið. Hann er laus þarna, Telma heldur hún sér með hann. Ef það er eitthvað sem ég er búinn að sjá bætingu í hjá SR, þá er það þetta að fortchecka, stela pekkinum og breyta þá strax vörn í sókn. Já, nákvæmlega. Og þetta second effort eins og ég talaði um á. Inga. Þessi að fara inn 100% sem að... Heldur hún sé með powerplay killuna? Það geta lögri. 2:50 eftir hérna leiknum. Mílos að segja liðinu sínu að squeeze it, bara klára allt sem er eftir í tangi. Og April heldur sinni. Elín í horninu og Friðrika fyrir hana og setur hann yfir á Ylvan er að stela þessu. En Kolbrún er hennum, Gunnborg mætt. Vel spilað hana í félagskonu, Kolbrún með plás. Rekka mætt. Inn í sendinguna hana á Hilmu. Friðrika las þetta vel. Ylva bara róleg. Ekki þetta. Það þarf að koma aðeins dýpra. Hilma. Taka pressuna af. Dagný gerir vel. Reynir að koma hann út. Þessu sendingur engan. Murphy á móti Sögu fyrir pökkinn hérna. Gunnborg mætt, sleppi killin sinn til að fá ekki dóma, vel gert. Flossrún. Það er einhver sem við þurfum inn á. Þegar við erum einu færið þá er það Gunnborg. Við erum ekki einu færið núna. Ég er að segja
Við ekki missa hann í Raka, bóksinn. flott sending. Beint. Og svo, Lexa. Erum við inni á móti Maríunu. Skýtur bara. Þetta var þrusu skot. Vel varið að Telmu. Já, mjög vel varið. Telma var búinn að standa sig vel í þessu leik. Já. Finnst það að vera bara mjög... Ég held að sé fyrstu mínúturnar hennar þessu tímabili Alls ekki léleg. og alveg að stimpla sig inn. Já, sammála. Alls ekki léleg ákvörðun hann sá bara... Elín finnur Murphy. En Emil sá bara Caritas var ekki alveg á sínum besta degi og setur varamarkmann inn og það búið að borga sig alltaf hingað til. Ja. Og halda hreinu, næstu í allan leikinn. Já, 2 lótur. Berglind, Marja í bakinn á henni, April lokar. Getur þar Marja stíga upp, Eva með hann, skýtur, skópar hann á sögu. Saga tók þetta bara í sínar hendur að verja þetta. Er þetta ekki húking? Fannst þetta var dálítið húking, en núna Og getur svo Saga Saga. hægt af stað. 40 sekúndur eftir. Típist að Kolbrún sé Einum móti öftust. Kolbrúni. Hún er mjög mikilvægt að brjóta ekki af sér fyrir loka sekundur leiksins eða Sjúkur það gerir þetta framlengingu. vel, hendur honum djúpt. Marja Það er Sól, Marja. gettur, þetta er ekki brot. Við erum sangjarnir hér. 20 sekundur eftir. Tími fyrir eina Já. sókn í viðbót. Vel gert að Gunnborga hana og Bríet og Apríl. Það er bara fyrst og fremst ekki. Jæja, hún setur pökkinn allavega niður. Ekki dæsing. Jú, það er ræsing. Nei. Óli Senni, 2 sekúndur. Leifa bara Óvenjulegur leiktími liðinn. Við erum á leiðin í framlengdan Framlengingu. leik. Úff, Svo jafn leikur að þetta framlengjónum. ákvæmlega fjöruleikur, mjög skemmtilegur leikur. Ekki sammála því. Ég er búinn að vera á tánum hérna allan tíman. Þetta Ég er ekki búinn að nota stólinn sem er hérna. Þetta er annar leikurinn í röð sem SV Telbund að fara í framlengingu. Það voru síðast fyrir norðan. Þar töpuð þær. Á seinustu sekundu, ég er viss að þær vilja ekki lenda í því. Aftur á móti er ég búinn að taka eftir að þær eru búinn að vera að æfa vítin á æfingu undanfarið. Kannski er það eitthvað gameplan. Það er alltaf undirbúnar fyrir það ef svo skildi. Kíkjum í hérna. Ísland Það Wales. heyrðu, það er rosalegt. Það er eitthvað í allt í gangi gangi. hérna. Bara hætta að zooma svona, Birna, sammála. Ég lét á vita. Og Pálmi segir bestu lýsendur by far. Þarna þekki við okkar mann. Takk Pálmi. Kærlega fyrir. Þetta er Og fólk svo- eins og þig. Það er ástæðan okkur gerum þetta. Hæ, ágættir lýsendur. Er framlenging, já. Það er framlenging. Það er, Framlenging er spiluð 5 mínútur, 3-3. já, og ef Ef ekkert mark kemur þá verður vító. Ég veit ekki hvort það er 3 víti eða 5 það eru víti. 5 víti. 5 víti. En já, yfirleitt eru leikirnir að enda í framlengingu. Þú ert náttúrulega fyrirlið og ert að vera með þessa hluta á hreinu. Ekki flókin þekking. Jú, alltaf Þú flókið erum fyrir mig. alltaf að vera markmaður, þú bara stendur hann og verður Já. pökinn. Þarfst ekki að vita hvað er í gangi. Við erum bara sagt að færa marki. Ef þeir skjóta þá bara verður. Já, okkurlega. Gaman að segja frá það að Jóhann Björgvin hefur aldrei tapað í víti. Vító. Ég ætla að segja þetta. Já, einu Jó, öruglega. Það er alltaf með gott svona rekord. Já, ég myndi segja það. En það er náttúrulega búið að vera eitthvað framlengingar og vítakefni. Hvað var ekki Fjölnir SFH í kallamegin sem fóru Jú. í vító Já, síðast þeir spiluðu. SRSA í kvenna fór framlengingu næstu í vító. já, hann bara skora þarna á 50 sekundi. Já. Mér finnst það alltaf gaman, ég er alltaf gaman að smá. Það er alltaf svo tensei. Það er það. Ég er að pæla að taka af mér headsetið á meðan bara til að hlusta á Mílos. Já, ég veit að Mílos er að missa þetta litla hár sem hann er með. Ég veit ekki hvort það renni eitthvað blóði á Emil, hann á afmæli í dag, hann er dálítið Ég ferskur. held að vilja satt að það sigur í afmæli skip, sko. Já, ég held það. Ég held að ná bara að fela stressið betur. En En ef þú horfir svona á liðin, þá finnst mér Fjölnir á með aðeins meira hraða, en ég held að Ester sé með aðeins betri markmann. Sem hann er kannski að, hún er búinn að halda þeim inn í þessu. Telma er búinn að standa sig mjög vel í dag líka. Já, Flott innkomu í henni. Caritas náttúrulega stóð sig vel á henni var skipt út. Já, Þannig að þetta er bara, ég held sé ómögulegt að spá hvernig þessi leikur fer. já, ég væri helst til í að sjá víti. Já, ég er alveg líka. Hvað er Hákon Martin að gera í boxinu?
Hákon ætlar að fara að dæma leikinn líka. Já. Eða voru þetta dansbúr? Hann var að reyna að benda dómurinn á að það ætti að skipta hlið. Dómurinn segði bara nei. Hákon er gengið svo langt að hann var að segja dómurinn til. Þetta þekki Walkaman. Já. Jæja. Saga. Það verði í gang. 5 mínútur 3 nema annar liði skori. Það er gullmark í hockeyinu. Ég vissi að Kolbrún væri að fara. Hvað er þetta? Kolbrún, Hilma Berglind. Þetta er bara æsing. Ragga, Saga, Gunnborg. Ekki æsing. Mílós er ekki ánægð með þetta, en ég vil meina að þetta sé bara gott. Þau fá þá bara að fá puckinn frían. Saga og Kolbrún. Og Ragga, já. SR vinnur þennan puck. Saga snýr. Furðulega ákvörðin hana. Það reddast allt. Já. Og fyrir, Já. Ragga er að stelast inn gegn Kolbrún. Leiðilegt bóns á bottanum hana. Kolbrún er líka bara. Ragga gerir þetta vel. Vítu, hún fellur niður í svell. Dómarinn segir nei, ekki neitt. Ára Sigrún með Elísu. 3 mjög snöggar inn á. Friðrika með hann. Elísa í henni. Flott pressa hana. Friðrika gerir þetta bara vel. Ekki vera mannstæðinga. 2 á eina. Sendur hann yfir. Missir á hannum. Þetta er aðeins og framalega hana. Það er þýrt löngu powerplay killuna sem er aðeins stífari. Þetta er staffgott killuna. Sigrun þá. Leggs að loka bara á hana. Vel gert. Pútar hann í hana. Það er klassað saman. Já. Það er alltaf lagi. Sigrun fyrir að hjálpa. Kramir hann upp í bottan. Hika við hjálpina hana. Það er bara, nei, heyrðu. Þarna heyrði ég Sölva. Já, hann vill dóma þetta. Maður heyrir mjög mikið, eins og þú ert að segja, maður heyrir dálítið mikið í þjálfurinn núna. Já, það er stress í gangi. Barða hana. Og Nóra. Vel varið, Andrew. Glæs, vá, ég misti andan hann í smá. Þetta ekki að grínast það. Heyrðu, og þá er Saga komin inn með mark í leiknum. Hvað gerur hún? Reynir kloppa. Saga Blöndal vinnur þetta fyrir Östuríka. Hún kloppar Telmu. 5-4. Alveg eins og gerði Kardas fyrir í leiknum. Vá. Fyrsti sigur í skautalags Reykjavíkur í meistaralóki kvenna á komin í þessu hús. tímabili. Vá, hvað þetta var spennandi leikur undir lokin. Ég var bara hættur að anda hann í smá. Já, vá, þetta var flott. Jesus Christ. Getið þið fengið að sjá þetta marka aftur, er einhver möguleiki að því? En við, bara úr skiptingu, leggst að stilla hann yfir, fullkomin sending á sögu. Það er bara kloppinn. Telma er í honum, hann leikur þetta í gegn. Vá maður. Glæsilegur sigur í okkonum skautafélagi Reykjavíkur. Frábær leikur bara hjá öllum, já, Fjölnir spilaði þetta rosa vel. Og þessi vasslaðarni á Andru. Frábærlega varið sem býr til þetta færi í rauninni, skilur. Ég sá ekki vestluna frá Andri í lokin. Ég var að skoða, það er komið fullt á kommentum. En Fjölniskonur eiga hróskilið. Áfram Hákon 23 klukkustjóri, segir Krissis. En það er svarað með lélugu klukkumæður frá Leys Sour Cream and Onion. Það er að taka okkar mann að lífi. En við þökkum bara, ég ætla bara að þakka báðan liðin fyrir frábæran leik. Fjölniskonur eiga hróskilið. Þessi konu sömuleiðis. Þetta var mjög flott. Bara frábær leikur í alla staði. Sammála, hjartalega sammála. Jafnleikur, svona jafnmörg færi báðum megin. Já. Og bæði fengu dauðafæri í framlíkingunni. SR-ingar nýtti sitt en ekki Fjölniskonur. Núna þarf bara... Það var bara að byggja ón á þetta. Og SR þarf bara að vinna SA og þá eru allir búin að vinna alla. Skilst mér. Nú þarf bara að byggja ón á þetta. Já, ég sammála. En það er allavega bara svona. Maður sér það bara á andlitunum og stelpunum að þessi sigur, hann þýðir mikið. Já, og það þýtti mjög mikið að fá fyrsta markið hann í lokin. Það þýtti mjög mikið fyrir þetta lið. Ákvæmlega. En já, takk kærlega fyrir okkur í kvöld. Það var rosa gaman að vera með ykkur hérna í kvöld. Og við sjáumst bara næsta heimaleik hérna við verðum mættir aftur. Já, svo sannarlega. Takk fyrir okkur.